can see your face. Though you're far away, me and you. Komið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál föstudaginn 13. febrúar. Það af nóg að taka þessa vikuna eins og venja til og hefur verið margra mánaða skeið, ekki síst af innlendu vettvangi. Við höfum séð til dæmis stóru og mikla fréttir af Landspítalanum, þar sem allt virðist vera á heljarþröm. Forstjóri Landspítalans hefur sent frá sér neyðarkall vegna bráðamóttökunnar og segir að flytja þurfi 120 sjúklinga út af spítalanum til að búa til pláss fyrir þá sem ekki komast þar að nú þegar. Þetta mál sem við ætlum að ræða hér í fréttum vikunar og eftir við þá Jónas Már Torfason og Andra Stein Hilmarsson sem eru ungir og leiðandi stjórnmálamenn í Kópavogi. En það fleira sem við munum taka til umræðu. Hér á forsíðu Morgunblaðsins í dag vitnað til ummæla Vilhjálms Birgissonar verkalýðsleiðtoga og Konráðs S. Guðjónssonar. Það eru menn út allt samfélag að vara ríkisstjórnina við þeim kerfisbreytingum sem hún hyggst gera á almannatryggingakerfinu. Hagfræðingar við háskólann, Alþýðusambandið, Samtök atvinnulífsins og þannig mætti áfram telja grátbiðja stjórnvöldum að bregðast við, en forsætisráðherra segir nei, þetta einfaldlega pólitík, þetta okkar pólitík. Því hefur verið jafnvel haldið fram að hér sé uppsiglingu kerfisslys á stærð við ÍL-sjóð, Íbúðalánasjóðinn gamla, sem kostaði skattgreiðendur eitthvað í kringum 500 milljarða króna. Þetta og margt fleira hér í fréttum vikunar, síðan ætla ég að ræða hér og eftir við forvitnilega gesti sem kom úr mjög ólíkum áttum. Láru G. Sigurðardóttur sem læknir á Vogi og Elías Blöndal Guðjónsson sem eigandi að Sandi áfengisversluninni. Þau hafa verið að munnhöggvast í fjölmiðlum síðustu daga og með greinaskrifum þar sem þau eru að fjalla það hvort að ríkið eigi að halda einokun sinni á áfengisölu eða hvort að einkaaðilar geti komið þar að án þess að það valdi stórfelldu tjóni fyrir samfélagið. Hvet ykkur eindregið til að fylgjast með þeirri líflegu og hraustlegu umræðu. Og við ætlum síðan að ljúka þættinum á samtali við Þórarin G. Pétursson varaseðlabankastjóra, en Seðlabankinn tilkynnt í liðinni viku að hann hygðist halda stýrivöxtum bankans meginvöxtunum í 7,25% og það margt í tóni peningastefnu nefndarinnar og ekki síst Þórarins sjálfs sem bendir til þess að þess verði lengi að bíða að vextir muni lækka hér svo einhverju nemi. Það verðbólgan sem að gera okkur skráveifu, 5,2% í janúar og við bíðum í ofvæni eftir því að fá mælinguna frá Hagstofunni sem kemur þann 27. febrúar. Menn krossa fingur og vona að árstakturinn hækki ekki, en ef það gerist þá kann að vera að Seðlabankinn þurfa að grípa til aðgerða og að hækka vexti. Umræðan á vettvangi miðla árvakurs alla daga öllum stundum í gangi á K100 á mbl.is í Morgunblaðinu og auðvitað í Spursmálum. En við höldum líka úti frábæri dagskrárgerð á vettvangi dagmála fyrir okkar áskrifendur og fyrr í vikunni birti Mogginn á mbl.is viðtal sem að Andrea Sigurðardóttir kollegi minn tók við þau Sólveigu Önnu Jónsdóttur, formann Eflingar og Snorra Másson alþingismann. Það var mjög hressileg og upplýfgandi umræða og á tímum líka upplýsandi. Ég ætla að sýna ykkur örlítið klippu af samfélagsmiðlunum okkar sem að drefu fram nokkur svona hressustu ummælin að þeim vettvangi. Ég nenni ekki lengur að láta fokka svona með mér. Punkturinn svona einhvern veginn að láta mann samþykja að það sé svona mikið órétti og bara annars verða fyrir mjög svona neikvæðum afleiðingum í umræðunni ef maður samþykir ekki að gangi í takt sko. Gapastokkurinn hann raunverulegur og þú verður fest í hann og það ömurlegt að vera þar. Hápunktarnir eru meðal annars að ráðast í úttekt á því hvernig rafbílastyrkir til íslenskrar yfirstéttar hafa skipst gagnvart kynjum. Og þá hefur Efling auðvitað það tól tilbúið sem að við höfum notað áður með árangursríkum hætti sem að fara í verkfallsaðgerðir. Grunnar skýringar af því hvers vegna það eðlilegt að hafa þetta svona, þú veist. Við reynir svo kemur bara upp í pontu og bara ekki árið 2026. En skýringarnar eru bara þessar. Það eru. Svo mörg voru þau orð. Það hefur verið að viðkennast að það ekki á hverju degi sem við sjáum alþingismenn herma eftir öðrum alþingismönnum. Það hefur þó gerst í pontu alþingis fyrir ekki svo löngu síðan. Hvet ykkur til að fylgjast með þessu. Þetta eitt dæmi af fjölmörgum það hvernig miðlar árvakurs hafa allt frá árinu 1913 verið helsti grundvöllur lýðræðislegrar umræðu í landinu. Hér eftir skamma stund förum við í frétti vikuna með Jónasi og Andra Steini, en áður en því kemur ætlar Ásthildur Hannesdóttir kollegi minn að fara yfir það hvernig pólitíkin birtist okkur á samfélagsmiðlunum. Fylgist með. Dúdda mía, litla þurrka tíðin sem hefur verið á samfélagsmiðlum undanfarna daga.
Jesús, er enginn að gera neitt skemmtilegt? Í alvöru, þetta bara mest sadomaso emo vika ársins eða? Já, það mætti halda það. Og ekki skánaði það þegar þessar myndir birtust á Instagram-reikningi Alþingis í vikunni. Aldeilis stuð og alþjóðamálin settu svo sannarlega svipsinn á tengslamyndunarhittingin í smiðju. Já, svipsinn, já. Bestu myndirnar voru greinilega alveg gaumgæfilega valdar. En já, talandi um þurrkatíð. Öllum góðum þurrkaköflum fylgja einhverjir gróðureldar, það alveg ljóst sko. Og hann kviknaði heldur betur miðja vikuna þegar austurlenski konfektmólinn okkar, hann Jens Garðar, átti í munnhöggi við Ingu okkar Sæland. Nú já, og öfugt auðvitað, því að hún þegir náttúrulega aldrei. En í þetta skipti það kannski alveg skiljanlegt. Hún að reyna að sá brauðmólum upp í allt fátæka fólkið og meðan hann vill bara sparka í það. Ég ekki viss að mamma hafi alið hann svona upp sko, Inga okkar fóru auðvitað rakleiðis í beina útsendingu á Facebook til að tappa þess af sér og biðla til þjóðarinnar að stilla bara rakleiðis inn á Alþingisrásina til að sjá og heyra með eigin skynfærum hatur konfektmólans á þeim sem minna mega sín. Að nenna þessu. Ekki bara best að setja upp ofurblinguðu sólbrillurnar og bara njóta þess að vera eins og teiknimyndapersóna þarna Ross eða eitthvað að því Monsters Inc. Jú, það var nefnilega einmitt það sem Inga gerði. Gott hjá henni. Tokka Gunn lagði land undir fót í svona 54. skiptið á þessu ári. Hún fór allavega eitthvað út til að vera viðstödd varnarmálaráðherrafund á vegum NATO. Varnarmálaráðherrafundur. Það hljóma bara næstu því eins og vaðla heiða vega vinnu verkfæra geymslu skúr í mínum eyrum. Ég vekki alvörinu bara harspurinu kjálkan við að segja þetta. Þessir höfðingjar, þeir Gummari og Simitabi djömmuðu saman á Þorrablótum síðustu helgi og sjáuði hvað þeir eru sætir og ekkert smá fínir í tauginu. En býtu, hvað málið með hennar rauða viskubletta á ennuna Simataba? Hann orðinn hindúi eða? Ég vissi það ekki. Fjölmenningin maður, hún greinilega allsráðandi. Já, eitthvað fallegt við það. Simitabi gerði okkur það öllum ljóst í vikunni að það enginn að fara að nota þessa blessuðu borgarlínu, hvorki hann né Beckham fjölskyldan, sem verður að telja svolítið skrítið. Haldið að Björgólfur Thor myndi ekki bjóða þeim í borgarlínu rúnt? Ef þau myndu koma til Íslands, fjölskyldan, hamingjusamlega gift og frábært allt. Já. Diljá Mist klikkaði ekki á hreyfingu í vikunni, enda náttúrulega bara snar ofvirk með öllu, en ræktafélagar hennar þessu sinni voru sko ekkert slor. Ó nei, hún kann að velja þá sko. Þetta voru þeir Gummari og Sverri Bergmann. Þeir hugsa líka línurnar sko. Já, ég nefnilega hélt alltaf að þessi samfylkingamenn væru svo mikla rólur. En bara sjötturinn titturinn hvað ég þarf aldeilis að éta það ofan í mig núna. Sjáu þetta. Heiða Björg #borgarstjóri á í einstöku sambandi við Flóka, köttinn sinn, og hún sannfærð að samskipti þeirra væru á allt öðru leveli ef að flókalingur ætti bara á kynni á síma. Já, hún heldur það. Snúli Másson hélt eldræðu að vanda í ræðustól Alþingis í vikunni. Þar bað hann samfylkinguna vinsamlegast að láta barnafjölskyldur í friði takk. Tæknin aðstoðaði Ingibjörgu Ísaksen við að vera á mörgum stöðum í einu í vikunni. Hún mjög busy gæla þessa dagana og væri allt eins til í að láta klóna sig eins og Sám, hundinn hennar Dorritar at the moment. En hei, sjáuði nýja framsagnarmördsið. Ekkert eðlilega klæðilega peysur, klæðir alla, bæði konur og kalla, kynsegin og kvára og þá sem eru komni til eldri ára. Ingvar Þórodds upplýsti okkur það að lánshæfismat Íslands hafi hækkað úr A í A+ í vikunni. Það hlýtur þá að fara úr grænu og yfir í ljósblátt, eða þú veist, úr hæfni náð yfir í framúrskarandi. Eða, já, úr íþróttasokkum í öklasokka, ef að svona einkunnakerfi grunnskólana sé notað. Já, ég bara segi vel gert samt. Húrra fyrir Íslandi. Sjálfi kóngurinn okkar skellti sér á viðskiptaþing og tók krútlega sjálfur að vanda og róaði þar með PR-ráðgjafana sína niður alveg til muna, sko, Þeir vita sínu viti þessir ráðgjafar og skilja bara urgencyið sem felst í því að komast á lista. Hér, þessa yfirferðar. En það sem þið vita ekki að það enginn að smetla á þetta. Ekki segja. Jón Gnarr velti fyrir sér skipulagsmálum í vikunni og svona orðinn svolítið heitur fyrir því að búa til fleiri þorpin í Reykjavíkurborg.
koma á fót svona einhvers konar kommunustemningu. Það hljómar alveg ógeðslega vel. Í frosthörkunni sem hefur einkennt vikuna hefur himinin dansað norðurljósadans sem hefur vakið mjög mikla lukku hjá mörgum og þar á meðal Sönnu Magdalenu. Við kveðjum ykkur héðan úr sveitinni í hádegismóum og biðjum ykkur bara að njóta helgarinnar, hækka í gleðinni og horfa til himins. Bye! Við þökkum Ásthildi Hannesdóttur fyrir þessa hressilegu yfirferð. Hvar væru við án samfélagsmiðlana? Það nú allavega spurning sem að stjórnmálamennirnir hljóta að spyrja sig. Og ég hef nú fengið hingað 2 stjórnmálamenn, unga og upprennandi, sem eru í framboði í Kópavogi, eða láta sig bæjarmáli þar varða miklu leyti. Það eru þeir Jónas Már Torfason sem nýr oddviti Samfylkingarinnar í bænum og Andri Steinn Hilmarsson sem hefur skipað lykil hlutverk hjá sjálfstæðismönnum síðasta kjörtímabilið í bænum. Sælir. Sælir. Til hamingju með kjörið í prófkjörinu. Takk fyrir það. Þetta var afgerandi og flott hjá þér. Já. Svo sem ekki mjög spennandi. Einn í oddvita framboði í rauninni en... Já, það verður ekki meira afgerandi það. Nei. En svo, Andri, þú hefur verið lykilmaður hjá Ásdísi Kristjánsdóttur síðustu 4 árin, en það liggur ekkert fyrir það hvernig málum verður skipað þar. Við komum auðvitað út frá því að Ásdís verði oddvitin, en hvar verður þú? Já, sjáum til með það. Nei, ég held að það sé nokkuð augljóst og það hefur bara verið góð samstaða innan meirihlutans. Við ákváðum að fara þessa leið að fara í uppstillingu á fyrir komandi kosningar og núna stendur það bara ferli yfir. Já. Og mikið góðum nöfnum sem létu vita af sér og mikið góðum nöfnum sem við vitum af þarna úti og núna uppstillingin bara að hitta fólk og ræða við um þeirra sín og svo kemur þetta einhvern veginn saman og listin verður til. Verður það bara þá komandi mánamótið eitthvað slíkt? Já, ég myndi reikna þetta sé mánamótið febrúar-mars. Það má ekki vera mikið seinna? Nei, sammála því. Þið eigið síðan eftir að klára endanlega upplifun, hvað er þetta, 22? Já, það er sem sagt núna verið að vinna í því að skipa uppstillingarnefnd sem hefur það hlutverk að klára restina listanum. Já, það er vandarsamt verk upp á það að búið til stemningu og annað, maður þekkir það. Flokkarnir að setja sig í stellingar, prófkjörin að klárast, uppstillingarnefndirnar að störfum. Hvernig er svona tilfinningin? Þú ert að koma nýrin í slaginn hérna, Andri, þú ert með þessa reynslu að baki. Eru menn komnir í gírinn á þessum tíma ásið? Er það kannski bara 10. apríl þegar að framboðsfresturinn líður? Ég myndi segja að það varð miklu meiri pólitísk umræða bara strax eftir áramót. Þá voru prófkjörin farin af stað hjá mörgum flokkum, fólk að láta vita af sig þar sem eru aðrar leiðir uppstillt. Þannig að það kom klárlega svona þessi fyrsta bylgja, svo er áhugavert að sjá hvað gerist núna þegar að prófkjörum nokkuð við lokið á meðan að menn eru raða á listana. En þetta byrjar með svona af fullum krafti held ég strax eftir páska. Það er erfitt að sjá, eða kannski að ímynda sér landslæði nákvæmlega fyrir að persónur og leikendur konu fram. Ég nú að þeirri skoðan að það skipti langt mestu máli hver oddvitinn, það er svona burðarásinn og sá sem er sýnilegastur, þó að hitt geti haft áhrif. Við erum að ræða fréttir vikunar, eina af fréttum vikunar var klárlega á mánudaginn þegar Ari Edvald stígur að mínum mati óvænt fram og leiðir núna miðflokkinn í Reykjavík. Hvernig koma þessar fréttir við ykkur? Hvernig sýnist ykkur þetta vera að spilast í borginni? Já, sko, með Ara, ég þekki hann svo sem af góðri afspurn fyrst og fremst, en mér finnst þetta svona kannski smá antiklæmaks ef við vera hreinskilin, sko. Það er náttúrulega búið að stilla upp einhverju svona sýningu af frambjóðendum, kynna einn á dag í langan tíma og svo gerður einhver trailer og vera að búa til einhverja svaka eftirvæntingu og ég veit bara ekki alveg hver frambjóðandinn hefði geta verið til þess að standa undir svona þeirri eftirvæntingu sem við vera að búa til. En mín tilfinning var svolítið að þetta var svona, já, ok, þú veist, það er Ari Edvald og næsta mál. Og næsta mál, sko. Já. Andri, hvernig... Já, ég meina... Þetta er einn af fjölmörgum flokksfélögum þínum sem eru á einhvers konar undanhaldi inn í miðflokkinn? Já, ég held að þegar maður horfir svo núna yfir oddvita efnin í borginni, að þá er sjálfstæðisstefnan í mikið til sókn. Það er ekki að segja annað, en eins og einhver sagði að sjálfstæðisflokkurinn sé kannski einhverju vörn. En það er ekki að sjá reyndar í borginni og hérna á sveitarstjórnarstiginu, þar höfum við verið að halda vel velli og ég held að það sé að því að okkar áherslur eiga bara mjög vel við kjósendur. Þetta er verið að leggja
áherslu á traustan rekstur, góða þjónustu við fjölskyldur. Það er það sem við höfum haft að leiðarljósi í Kópavogi. Ari kemur inn á völlinn með svona tal kannski á mörguleiti svipuðum nótum. Það er að segja að þurfa að taka til í rekstri borgarinnar og ég held að það sé vandfundir sá maður sem einhvern veginn getur mótmælt slíkum málflutningi. Hann talar um leikskólamálin, að þau þurfa að leysa en engar alvöru lausnir komna fram. Ég gef mönnum auðvitað alveg greis með það að það þurfi ekki að koma kannski á fyrsta degi framboðs, en það verður áhugavert að sjá hvaða lausnir menn ætla að boða. Og svo þetta með bílastæði og borgarlínu. Og það er auðvitað verið að tala inn í hjörtu margar sem hefur þótt borgarmeirihluti ganga allt og freklega fram og leið eitthvað sem tónar mörguleiti við áherslu Sjálfstæðisflokksins í þessum málum, þó að ég held að verði klárlega töluverður munur á því hvernig flokkarnir eigi eftir að nálgast þessi skipulagsmál og verður gaman að sjá hvernig það kemur út þegar spilin verður komin á borðið. En þú segir að Sjálfstæðisflokkurinn sé með sterkar stöðu í borginni. Má ekki gera ráð fyrir því að þegar það komið andlit á oddvita Miðflokksins og að það er Sjálfstæðismaður bara úr einstaka kjarna fyrir aðstofamaður Þorsteins Pálssonar og annað, að það geti haft talsverð áhrif, hliðrunaráhrif í fylginu? Augljóslega, svarið er augljóslega. Það er verið að sækja einhverju leyti sama mengi þarna, en höfum líka í huga að Sjálfstæðisflokkurinn á eftir að kynna sinn lista. Og þar heyrir maður ekki annað en að sé góðu gangur. Það kom frétt það að yfir 400 manns hefðu sótt sæti eða borist ábending Þannig að það er nú heljarinn að verka að yfirfara þetta allt saman og það litla sem ég heyri af þessari vinnu að það sé töluvert bjartsýni að listin eigi að vera sterkur og sigurstranglegur. Þú nefnir svona sjálfstæðisstefnan í sókn, við horfum og við höfum tekið þetta til umfjöllun og bent við verið á að í nokkrum af þessum framboðum eru fyrir sjálfstæðismenn. Pétur Marteinsson sem er oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík var sjálfstæðismaður bara þar til fyrir ekki svo löngu síðan. Björg Magnúsdóttir var í ungliðastarfinu og Einar Þorsteinsson í ungliðastarfinu í Kópavogi, var ekki formaður TÍS í Kópavogi. Hvað segir þetta okkur? Er þetta það að Sjálfstæðisflokkurinn hefur mist fótana eða er ekki veikt að Samfylkinguna þurfa að sækja svona einhvern stimplaðan sjálfstæðismann til þess að leiða sitt framboð? Ég myndi segja að þetta lýsa einhverju leyti stöðu Sjálfstæðisflokksins í svona fyndinni. Ég meina, ég hef talað það opinberlega. Mín fyrstu skref í pólitík voru að hringja út fyrir hann Andrastein í prófkjöri fyrir svolítið síðan. Svo þroskaðistu? Og svo þroskaðist ég. Meina, á þeim tíma þá einhvern veginn svona default stillingin var bara að vera í Sjálfstæðisflokknum og nema þú varst eitthvað sérstaklega pólitískur þá var það svona eðlilegur fyrsti punktur. En það sem ég tek út úr þessu er að Sjálfstæðisflokkurinn hefur svolítið mist þennan stall og núna er fólk farið að horfa á aðra valkosti og ég veit ekki hvort að ég maður kalla það þroskast en allavega farið að vinda sér einhver svona sjálfstæða skoðun á pólitíkinni og þá velur það sem kannski eitthvað annað frambúð. Pétur var á frambúðslista fyrir 15 árum. Það er enginn ég veit ekki, ég held að enginn geti haldið andlitinu sínu og haldið fram að þessi sjálfstæðismaður í dag, þó að það hafi verið eitthvað sem hann gerði í fortíðinni, ekkert frekar en að ég hafi verið sjálfstæðismaður að því ég var að hjálpa andra í prófkjöri. Það er bent á það hann súpið aldrei mikið kaffi með Gísla Martin á Kaffi Vest en það er nú væntanlega ekki heldur lengur mælikvarði á það með sér sjálfstæðismenn að vera í því förunit? Nei, ég veit ekki alveg hvort við ætlum að tengja Gísla Martin þannig við sjálfstæðisflokkin þó hann hafi verið borgarfulltrúi fyrir flokkin fyrir svolítið síðan. Er hann ekki einmitt, hvað var ekki talað þrenningu Gísla Martins, eða hvað var það, RÚV Samfylkingarinnar og Kaffi Vest eða eitthvað áleika. Ég er ekki viss að fólk upplifa hann sem mikinn sjálfstæðismann í dag án þess að vita nokkuð hans skoðanir. Áður en ég kem inn í þetta með stöðu Sjálfstæðisflokksins og allt þetta, þá verð ég að segja að Jónas Már, ég meina, hann segir ekki að hafa endilega verið sjálfstæðismaður, ég ætla ekki að ætta honum það, heldur að Jónas hafi bara verið mjög góður í að finna talenta á þessum tíma, svona sjá fyrir sér greinilega það styðja baki á mér á þessum tíma og er ég þakklátur. Já, það er alveg rétt. En að öllu gamni sleptu þá er Sjálfstæðisflokkurinn, staðan er mjög sterk ef ég horfi til kragans, þar sem við erum í meirihluta, þar erum við að skila góðu búi og það er mjög þægilegt að ganga til kosninga þegar þú getur hort yfir kjörtímabil og sagt, já, hér hefur bara vel verið gert, menn hafa ekki látið undan miklum útgjaldaþrýstingi sem er stöðugur á vettvangi stjórnmálanna. En engar síður það þannig að það eru komnir fleiri flokkar
á hægri vængnum og það skýrir auðvitað einhverju leyti það að fólk getur fundið sína fjöl kannski betur af því að hver og einn flokkur nær að sníða sig að einhverjum afmörkuðum málefnum. Það bara nýr veruleiki sem að flokkurinn að fóta sig í, við höfum séð það í landsmálunum og það verður áhugavert að sjá hvort að við munum finna með sama hætti fyrir því á vettvangi sveitarstjórnarmálanna, en það samt ljóst að ef menn vilja halda áfram þeirri braut, þar sem að sjálfstæðisflokkurinn hefur verið við meirihluta, þá kýsa sjálfstæðisflokkinn. Og það verða stóru skilaboð okkar í flestum sveitarfélögum fyrir þessar kosningar. Jónas, þú sækir á sjálfstæðisflokkinn, þú ert ólíkt landsmálunum, þarftu að sækja á þá sem að fara með völdin þarna núna, Ásdís. Hvað það sem að þú horfið tilvarandi Kópavog, hvað mun breytast ef að Ásdís verður kosin út og þú yrði bæjarstjóri? Sko ég hef talað að það bara ansi gott að búa í Kópavogi en áherslurnar séu svolítið á röngum stað. Ég held að þurfi ekkert að bylta endilega skipulagi bæjarins eða neitt slíkt, en ég held að það þurfi að forgangsraða upp á nýtt þar sem að forgangsröðunin í að bæta almenna þjónustu. Við höfum séð á kjörtímabilinu að það verið að taka skref í að skerða þjónustu, það eru gjaldskráarhækkanir og mér finnst erfitt þegar verið að til dæmis lækka fasteignagjöld. Ég get það er alveg hægt að slá því upp í fyrirsögn að ég myndi vilja forgangsraða öðruvísi. Ég myndi frekar vilja forgangsraða, og við erum heldur ekkert að tala einhverja selalög í Húsdýragarðinn eða Mannréttindastofnun Reykjavíkur. Þetta algjör grunnþjónusta. Við erum að tala dýrustu leikskóla landsins. Við erum að tala að það eru langir biðlistar hvað varðar þjónustu við fatlað fólk og eldra fólk. Við erum áhugamenn lestur barna, það ekki alls ekki nógu vel staðið að skólabókasöfnum og það er verið skorið niður í menningarhúsum. Núna ég náttúrulega að koma nýr inn í þetta, þannig að ég er búin að vera að verja mínum tíma í að tala við fólk og nú að taka við fasið það sem ég er að setja mig inn í mál. En það sem heyrir til dæmis þegar maður tala við rekstraraðila minni fyrirtæki í bænum, að þeir segja að fari sínar ekki sléttara samskiptum við eftirlit, heilbrigðiseftirlit og brunavarnaeftirlit, að það séu mismunandi skilaboð, að þetta séu umsagnaraðilar sem tala ekki saman og veita mismunandi leiðbeiningar. Þannig að þetta er það sem heyrir, að fólk upplifir ekki að þjónustan sé að batna, heldur frekar að sé verið að skera niður. Þannig líka búið að reyna að slá því upp í einhverjar skemmtilegar fyrirsagnir að mér er mjög íslenska sundmenningu. Ég held að hún er einstök á heimsvísu og þetta er frábæra sundlaugar í Kópavogi. Frábæra sundlaugar. Það notuðu en mikið. Nákvæmlega. Og ég geri það líka, eða gerði allavega meira, en núna er náttúrulega búið á kjörtímabilinu stíga skref í að stytta opnuntíman helgar alveg sérstaklega. Sundlaugarnar loka klukkan 6 helgar að vetri til, sem er ótrúlega snemma fyrir þessa þjónustu. Á rauðum dögum er bara önnur sundlaugin opin, þetta er líka aðgerðir sem er gripið til að þessu kjörtímabili. Og fyrir hvað? Ég meina fasti kostnaðurinn er þarna áfram, það er verið að spara einhverja nokkra vinnustundir starfsmanna og skerða þessa mikilvægu almannaþjónustu. Þetta er eitthvað sem ræktar samfélagið í bænum. Þetta er frábær þriðjistaður fyrir ungmenni til að vera saman án þess að hangi í símanum og þetta er holt og þarna er samtöl. Tala nú ekki helgar þegar skólinn er í gangi, að það var kannski akkurat tíminn sem að myndi vilja að ungmenni væri að fara í kvöldsund. Þetta er gott fyrir lýðheilsu eldri borgara. Sammála þetta allt saman, en ef ég skilði þá rétt að þá er kannski, það steytir ekki á einhverjum svona stórum stefnumálum, þetta er kannski frekar spurningum einhverja fínstillingu. Ég meina, eins og ég segi, það þarf að passa upp á að reksturinn sé í lagi. Ég er alveg þar. Ég sé ekki fram á að við séum að fara að auka útgjöld eitthvað stórkostlega og reka bæinn í einhverjum halla. En þegar myndast svigrúm, sem gerist alltaf, að þá myndi ég frekar taka skref í átt að því að styrkja þessa grunnþjónustu, hvar sem hún finnst í bænum og hér erum við raunverulega að tala grunnþjónustu en ekki einhver hobbymál, að ég myndi vilja forgangsraða því að styrkja hana og efla. Það sem ég tek út úr þessu og eins og Jónas segir hérna í byrjun, ef ég skildi rétt, að það sé ekki forgangsmál að lækka fasteignaskatta, var það réttur skilningur? Já. Af því að hérna á kjörtímabilinu hefur Sjálfstæðisflokkurinn með Framsóknarflokknum lækkað fasteignaskatta 4 milljarða.
Það er bara cirka milljarður á ári. Það bil milljarður á ári og fyrir venjulega fjölskyldu þá munir þetta 260.000 krónum á ári út af þessum skattalækkunum. Ef að við höfum farið leið samfylkingarinnar og fylgitungla í borginni þá væri ekki fyrir þess að fara. Enda þar hafa menn haldið prósentinu óbreyttri frá ári til árs þrátt fyrir að fasteignamati verið stöðugt hækkandi. Og það er auðvitað ágætt að menn komið hreint fram með svona skilaboð í aðdraganda kosninga af því að við höfum litið svo á að þótt að fasteignamat fari hækkandi þá sé ekki ástæða til þess að fara í aukna skattheimtu af því að þjónustan er ekki að breytast svo heitið það getur. Það þarf hins vegar að sýna ofboðslega mikinn aga til þess að geta framfylgt þessum. Í stað þess að byrja einhvern veginn á þeim endanum að plokka til öll verkefni sem menn sjá fyrir sig að fara í og það ertu svolítið að byrja á því að segja hvað er til skiptana. Það hefur verið okkar nálgun og það er það sem er að skapa þennan góða rekstur í Kópavogi. Hann gerist ekki að sjálfur sér. Það er eins og ég kom áðan fram með útgjaldaþrýstingin, hann er stöðugur og Samfylkingin hefur líka stöðugt á þessu kjörtímabili eins og annars staðar í sveitarstjórnum og reyndar í landsmálunum líka verið mjög tilbúin að fara að auka umsvið hins opinbera, hvort sem það er í einhver tiltekin gæluverkefni eða útvíkka eitthvað sem snýr að einhver grunnþjónustu. Það er auðvitað leið þannig að það er verið að vinna því endalaust alla daga að bæta þjónustu við íbúa Kópavogs. En þið hafið ekki þetta eins og með sundlaugarnar. Þetta hefur áhrif á aðgengi fólks að mikilvægri heilsuvernd í raun. Sammála og þetta er eitthvað sem er bara stöðu til skoðunar. Það er líka alltaf spurning á að vera opið lengur í annarri lögin eða hinni en ég held að þessi kosninga bara snúist ekki opnunartíma sundlauga. Nei, hún gerir það ekki. En bara svo ég fái rétt að klára. Það er alveg rétt sko. Bara svo ég fái rétt að klára þá er áherslan okkar á grunnskólana að styrkja þar bæði skólana og börnin til þess að ná þar hámarks árangri. Leikskólarnir hafa verið mjög fyrirferðarmiklir hjá okkur. Jónas má nefna hæstu leikskólagjöld á landinu. Þetta er mantra sem Samfylkingin hefur verið að fara með á þessu kjörtímabili. Við erum nokkurn veginn á pari við Garðabæ fyrir það fyrsta, fyrir fullan vistun 8 tíma, en ekki nóg með það. Heldur eru 30% leikskólabarna sem borga ekki krónu fyrir leikskóla. Þannig að það má halda því til haga líka. Þið innleiddu þetta svokallaða Kópavogsmódel sem mikið til umræðu. Það reynda virðist ekkert annað sveitafélag vilja viðurkenna það sé að innleiða þetta, menn vilja kalla það eitthvað annað. Með ólíkum formerkjum, en Stefán, bara leikskóla, ég verð að koma að þessu. Að áðurum fyrir þessar breytingar, þá var lokað mjög reglulega í mörgum leikskólum á okkar bæjarreknu leikskólum í Kópavogi og fólk var orðið úrræðalaust. Það gekk illa að manna, veikindin voru mikil, bæði til skams og langstíma. Já, foreldrar komu. Einn deil sem opnaði ekki árum saman að því að þetta mannuna. Já, menna það var bara leikskóli sem stóð hálf tómur að því að það tókst ekki að manna deildina. Þetta er allt saman úr sögunni. Þannig að menn verða auðvitað að horfa á það hver reynslan og áhrifin hafa verið af þessum breytingum að þetta er ekki haldöflegt. Menn get ekki komið og sagt, heyrðu, ég ætla að breyta gjaldskráni og bara en ég ætla samt að halda í áhrifin. Af því að stefna Samfylkingar Reykjavík er búin að grafa þannig undan leikskólunum þar að nú er komið bréf frá leikskólastjórum flestra leikskóla eða allra í borginni sem er að krefja borginum aðgerðir fyrir mánaðamótin annars verði ykkur afleiðingar. Hverjar sem það verða? Er það ekki, Jónas, eitt að því að náttúrulega Samfylkingin hefur verið burðarás í pólitíkinni í borginni áratugum saman núna í raun eftir að Ingibjörg Sólrún náði þar við öldum með R-listanum. Er ekki svakalegt að horfa upp á ástandið eins og það er í leikskólamálunum í Reykjavík? 63 leikskólastjórar bara að þeir verðast að kikna undan þessu, segjast bara að vera á einhverju neyðarvakt og svo í samanburði við það sem að virðist hafa tekist í Kópavogi, að minnst kosti mér það hvernig meirihlutinn teiknar þau. Má ég aðeins koma inn á fasteignagjöldin fyrst? Sko, það er náttúrulega ekki rétt að fasteignagjöld hafa lækkað í Kópavogi. Þau hafa hækkað eins og annar staðar í samræmi við fasteignamat en hafa þetta hækkað minna en annar staðar en hafa samt sem að hækkað. Menn hafa verið að lækka prósentuna Já. Þú þekkir með hvernig verðbólga virkar. En þegar fasteignamat í Reykjavík hækkar án þess að prósentinu sé beitt þá er það kallað skattahækkun. Eina sem ég er að segja það er náttúrulega það sama gerist í Kópavogi bara minna sko. En þetta er það sem ég á við. Sko ég borga fasteignagjöld í Kópavogi. Þau lægstu á höfuðborgarsvæðinu allavega. Og það er bara ágætt, mér finnst ekkert gaman að borga fasteignagjöld, en þetta er spurningu um forgangsröðun. Ætlum við að halda áfram að taka skref í þá átt, að halda áfram að lækka fasteignagjöldin á meðan lögbundin grunnþjónusta sveitarfélagsins er vanrækt,
kostnaðir velt yfir á fjölskyldufólk, eldri borgarar fá ekki þjónustu sem þau sannarlega eiga rétt á og fatlað fólk ekki heldur. Alls konar stofnanir bæjarins sem búa til grósku í bæjarlífinu og búa til samfélag og stuðla að lýðheilsu og bara því að það sé betra búið í bænum að þetta sé skert. Þetta eru hlutir sem að... Þetta er forgangsröðun. Þetta eru hlutir sem þú nefndir áðan. Aftur á leikskólanum. Já, leikskólanum. Út frá þessum samanburði við... Það er allt í klessu í Reykjavíkurborg. Og það er ekki einu svona hægt að deila það. Bara Brákarborg og Fjárausturinn, það er bara ein birtingamyndin og svo þetta bréf. Og maður sér þetta bréf og maður konar niður við að sjá ástandið. Er ekki... Þyrftu ekki þínir kollegar Heiða Björg og hennar fólk að taka upp þetta módel bara og breytt frá Kópavogi? Sko ég veit ekki betur en að það hafi verið til skoðunar að leiðin eitthvað svipað. Það er algjör það er allt brjálað út af tillögunum sem það Já, ég áttum með því. Sko ég hef sagt að ég skil alveg af hverju Kópavogsmódelið var innleitt. Þetta var komið út í skurð og eitthvað þurfti að gera til að koma bílnum aftur upp á veginn. En ég er samt ekki þetta er neyðaraðgerð og hún er tímabundin í mínum huga. Þetta er eitthvað sem þú gerir til þess að kljúfa einhvern vítahring þar sem álag á starfsfólk leiðir til þess að það hættir og það síðan aftur eykur álagið á starfsfólki sem fyrir. Það hefur tekist ágætlega í Kópavogi en með bara töluverðum sárindum að þarna mönnunarvanda leikskólana í rauninni bara velti yfir á foreldra. Og eins og ég segi, ef þú ert að nýta þessa grunnþjónustu eins og alls staðar á landinu og þetta er bara skyldu þjónusta í rauninni, ég veit hún er ekki lögbundin en þetta er eitthvað sem allir ætlast til að setja staðar og allar barnafjölskyldur nýta sér að þá ert að borga hæstu leikskólagjöld á landinu. Ég er ekki að segja að það hefur ekki þurft að grípa til einhverja aðgerða. Það sem ég er að segja er það er gert að þannig hátt að það er miklu sárar en það þyrfti að vera. Ég meina Hafnarfjörður er að fara niður í 6 tíma gjaldfrjálsa vistun án þess að breyta gjaldskránni sinni. Á Akureyri er sirka helmingi lægri en í Kópavogi. Þetta er spurningum að fína sér að Ef 30% foreldra er ekki að borga leikskólagjöld, eru hins 70% ekki bara í góðu færi til að borga fyrir þjónustuna? Nei, það er margt sem bendir til þess að þau 30% sem nýta sér þetta séu annars vegar þá fólk sem var í þannig félagslegri stöðu að það gat ekki verið á leikskóla yfir höfuð og nýtir þá 6 tímana gjaldfrjáls af því þeir eru þá þarna. Það er mjög jákvætt. En restin af þeim sem ná að nýta sér þetta fólk sem er í sveigjanlegri vinnu, einhverju þægilegri innivinnu með styttingu vinnuvíkunar eða örugglega mikið til ríkisstarfsmenn. Fólk sem er með mjög sterkt bakland þar sem ömmur og afar geta sótt. Ég veit ekki hvort það sé réttlætanlegt að velta þá hlut, ég meina þetta er skipt þannig upp að foreldrarnir borga cirka 11-12% af vistuninni. 10-12% kostnaðarþáttaka foreldra. Þannig að ef það helst óbreytt á heildarmyndina litið sem það gerði, að þá eru þetta þeir foreldrar sem er að nýta þessi 70% sem er að nýta þjónustuna meira, þau eru að borga foreldrahlut þeirra 30% sem nýta það ekki. Og þegar demografían á þeim sem er að nýta þessu er þannig, menn þetta er fólk eins og ég er í þægilegri innivinnu, kona mín er í fæðingarorlofi, við höfum kost á því að nýta þetta á meðan að kona mín er í fæðingarorlofi. Mér finnst ekki alveg forsvaranlegt að okkar leikskólaþjónusta sé í rauninni niðurgreidd af fólki sem kannski getur ekki nýst sér þjónustu sama skapi. Ég meina öllu falli, við vorum að höggva okkur hnút þarna. Við vorum að og ég viðurkenni það og sýndi í skilning. Það er öllu falli staðan. Við vorum að horfa fram á nákvæmlega sama veruleika og er í Reykjavík. Það er auðvitað leikskólamódelið á landinu hefur tekið svolítið með því hvernig Reykjavíkborg hefur að keyra niður gjaldskrána á undanförnum árum. Alveg keyra niður í þrot í sjálfu sér Og svo hafa menn núna verið aðeins bólast tilbaka. Þetta er tilboð til fólks sem segir, þú mátt fá 6 tíma gjaldfrjálsa. 8 tímarnir, þeir hækku á þeim tíma 12.000 krónur á mánuði og við tókum upp afslætti allt upp í 50% afslátt eftir því hvað þú varst í tekjustiganum. Þannig að það gleymist oft í þessari umræðu, menn tala að þessi verið að hækka mest gjölduna sem mjóðust hafa bökin svo framvegis. Þeir njóta akkúrat mestu afsláttuna í nýju kerfi, þrátt fyrir það að þeir þurfi 8 tíma vistun, skiljið. Þannig að mér finnst mikilvægt að halda þessu til haga að þú verður að kjósa í stjórnmálamenn og flokka sem þora að taka á vandamálum. Kosningar til kosningar, hefur samfylgin í borginni, tala um einhverja breytingar og aldrei gerst nokkur skapaðir hlutur.
Sko ég vil samt alveg bara koma til, ég ekki frambúði í borginu og Nei, ég bóða ákveðna sýn í Kópavogsbæ þar sem aðstæður eru bara töluvert aðrar. Menn að bera saman bara því að það sem að blasir við að það æpandi munur og það sem að maður sá bara á samfélagsmiðlum það sem að leikskólakennarar voru að lýsa því yfir að þeir hefðu hreinlega flúið frá Reykjavík til Kópavogs og þetta dálítið merkilegt að sjá að þetta skuli bara vera bæjarfélaga mörkin sem að ráði þar för. Hér á forsíðu Morgunblaðsins í morgun verið að taka saman samtal við Vilhjálm Birgisson og skrif Konráðs S. Guðjónssonar sem var efnahagsráðgjafi ríkisstjórnar Bjarna Benediktssonar. Og hann segir að þetta mál sem að virðist vera breið samstæðum innan ríkisstjórnarinnar að gera grundvallarbreytingar á almannatryggingakerfinu þannig að bótaþegar verði í raun og veru með bæði belt og axlabönd sama hvað gerist í hagkerfinu varðandi vísitölu neysluverðs eða launavísitöluna og menn segja að þetta ríkisfjármálaleg tímasprengja. Gylfi Sóek og Axel Hall sem eru mjög öflugir hagfræðingar þekktir fyrir vöndu vinnubrögð, þeir vara eindreið við þessu. En stjórnvöld þau segja bara að þetta er bara pólitík, við ætlum að keyra á þetta og við heyrum bara fólk lýsað yfir að þetta geti verið hagstjórnarleg mistök á stærð við ÍL-sjóð. Það er bara 500 milljarða klafi sem að lagður á þjóðina. Hvernig horfir þetta við ykkur? Hafið þið ekki áhyggjur af því þegar að fólk tala svona algjörlega í öfugar áttir? Já, sko, ég held að þurfa að skilja hérna milli þess sem er sko svona hugmyndafræðilega stefna ríkisstjórnarinnar að passa upp á að þetta, þau sem mjóist hafa bökin sé ekki skilin eftir og svo tæknilega útfærslan. Og ég fæ bara ekki betur séð en að það er ekki einhver aðeins miskilningur tæknilegu útfærsluna. Þetta sem að Konráð talar og Gylfi með honum Axel skrifum í greininni að þeir eru að tala þetta eins og þetta, þú veist, maður velji bara á hverju ári hvort eftir hvoru það hækkar, hvort sem það er launavísitalan eða verðbólgan. En það er tekið á þessu í greinargerð frumvarpsins, þetta er bara miskilningur. Ég viðurkenni það, þetta er ekki mjög skýrt skrifað í greinargerðina og þetta er kannski eitthvað að segja lesskilning á landinu, en þetta er uppsöfnuð staða frá júní 2025. Þannig að ef að verðbólga er ráðandi næstu 5 árin, að þá er leiðrétt eftir henni, en svo leið og launaþróun tekur fram úr, að þá er leiðrétt eftir henni. Þetta er uppsöfnuð staða frá júní 2025. Já, sem þýðir það að bótaþegarnir verða í allt annar stöðu heldur en launþegar. Fólki sem að vinnur fyrir bótunum, það nýtur ekki þessara tvöföldu tryggingar. En þetta er ekki tvöföld trygging. Nei, það er verið að velja bara, þetta eru 2 mælikvarðar og á hverjum tímapunkti að leiðrétta eftir þeim sem er hærri frá júní 2025. Þetta er ekki á hverju ári sem er hækkað eftir þeim mælikvarða sem er hærri. Það endar þá þannig, þó að mælikvarði... Það endar þannig að launaþróunin er nánast alltaf hærri en verðbólguþróunin og þá er bara leiðrétt eftir henni. Það er verið að láta eins og þetta sé einhver svona stórkostleg bylting. Ég meina það stendur í lögunum núna að það er tekið mið af launaþróun nema verðbólga sé hærri. Það er þannig í lögunum við vanist í að laun hafi hækkað mikið umfram vísitölu neysluverðs, það er að segja að kaupmáttur hefur aukist. Það eru blikur á lofti, menn telja að þetta geti breyst hratt, að hér geti orðið kjara skerðing ef að réttir sem að menn halda fram að við höfum verið að hækka laun umfram framleiðniaukningu í hagkerfinu. Þá er einn hópur fólks, það er að bótaþegarnir, með belt og axlabönd sem launþegarnir hafa ekki. Alþýðusambandið, Samtök atvinnulífsins, forsvarsmenn innan lífeyrissjóðakerfisins, prófessorarnir við háskólann, sérfræðingar við það, þeir vara allir við þessu. Á mismunandi forsendum, samt svo það sem líka fært upp á háskólann. En þetta eru stór orð. ASÍ til dæmis lýsir sig sammála markmiðum frumvarpsins, þeir bara tel ekki þörf á því, að þetta segir nú þegar að þetta að færast í samræmi við launaþróun. Það er náttúrulega bara hægt að taka það ákvörðun á fjárlögum hvers ás og vinna eftir því. Eina sem við verðum að gera með þessu frumvarpi er að tryggja að það sé svona til viðmiðunar sjálf launavísitalan sem mælikvarði frekar en einhver svona almennur skilningur. Þannig að þú heldur þetta sé misskilningur? Ég held að þetta sé misskilningur, já. Já, og mér Samfylkingin líka að tala með þeim hættin að það skipti eitthvað máli. Þetta bara Þetta skiptir þetta máli. En muni ekki hafa neinn áhrif. Það var það sem að Kristrún sagði og Jónas hefur nánast orðrétt eftir núna sem hún sagði í hlaðvarpinu hjá einni pælingu sem að við erum ekki komin allir út en sá þessa klippu í gær. Það sem að það er bara því ég lýsti yfir, ekki fyrsta skipti reyndar af forsvarsmönnum þessar ríkisstjórnar að það hafa eiginlega allir rangt sér bara nema þau. Þau skilji þetta bara betur. Hérna kemur hver hagfræðingurinn eftir öðrum og er að vara við því að
ef að fram þess sem horfir muni bætur almannatrygginga, hvort sem ellilífeyris eða örorku, taka meiri hækkunum en laun á venjulegum vinnumarkaði. Og að menn skuli ekki núna eftir allt sem á undan í gengi, hvernig staldrar við og kannski fara aðeins að hlusta hvort að þau kunni hafa rangt fyrir sig þessu skipti af því að hérna er verið að gefa pólitískt loforð, pólitískan tékka langt inn í framtíðina. Það sýnst ekki næsta árið eða árið eftir því. Þetta sýnst að 20% af útgjöldum ríkisins séu núna að fara að taka sjálfvirkum hækkunum án þess að koma eitthvað pólitískt þrek og af því að þú nefnir Konráð hérna á forsíðunni, þá skrifar hann einmitt í sinni grein að þetta sé svona hættan við að fara niður sömu braut og Frakkar hafa gert. Það sem enginn hefur pólitíska beinið einhvern veginn í að taka á vandanum. Og það er gallinn við þessi loforð sem nánast verða réttindum að það er bara ansi erfitt að spóla tilbaka þegar í ljós kemur og ef í ljós kemur að menn hafi gert þetta stórfellt mistök sem verið að vara við núna. Sko þetta er spurningum kjaragliðnun hefur verið 1,8% á ári. Þetta er ekki spurningum meira en það. Það þarf ekki að láta eins og hérna sé himinn og jörð að farast. Þetta eru svona cirka 4-5 milljarðar á ári sem munar til þess að tryggja að þeir hópar í landinu sem standa hvað verst efnahagslega séu ekki skildir eftir. Auðvitað kostar það pening og það er bara pólitísk forgangsröðun þessar ríkisstjórnar að tryggja þetta fólk. Það skiptir máli að tryggja þetta fólk en við höfum líka verið að sjá dæmi hér æ og njæ þar sem að fólk sem að fer á bætur, hver sem ástæðan fyrir því er betur sett á bótum heldur á vinnumarkaði. Og það er mjög alvarlegt þegar svo þróun á sér staði. En við þá ekki bara allir að skella okkur á bætur? Nei, ef þetta er svona einfalt. Ég held reyndar að við séum í þeirri forréttindastöðu að vera á mjög góðum launum. Þannig að ég er ekki að gera lítið úr því að þarna er aðstaða fólks mjög mismunandi. En það er hins vegar alvarlegt og það hefur við verið að sjá í mörgum löndum að það sem að félagslegar bætur af þessu tagi verða komast of nærri lágmarkslaunum og slíku að þá verða til óeðlilegi hvatar í kerfunum. En hér erum við ekki að tala að færa það nær. Það er akkurat þar sem misskilningurinn liggur. Það er verið að búa til hérna, þetta er eins og bara þjóðarsáttin frá 92 eða eitthvað. Það er verið að læsa hérna kjörin inni og þeir sem eru að þiggja þessar bætur færast þá með. Ef að launavísitalan hækkar meira heldur en neysluverðsvísitalan, þá verða kjarabætur hjá vinnandi fólki. Ef að staðan snýst við, þá mun í þessu nýja kerfi draga saman með launafólki og bótaþegum. Nei, það er akkurat það sem misskilningurinn liggur. Það er ekki ár frá ári, þetta er yfir tíma frá júní 2025. Þannig eftir 15 ár, ef að verðbólga verður búin að, ef að vísitala neysluverðs verður búin að hækka meira en launavísitalan, þá já. Þá eru öryrkjar búin að... Það gerst líka bara í matinn á næsta ári. Nei. Jú, á næsta ári því það er kerfið að byrja. En til og líka eftir 2 ár, líka eftir 3 ár. Til langstíma er bara verið að líta hvort mælikvarðan sem er búin að hækka meira. Þar liggur... Ég verða við ekki hérna, Jónas, ég held að misskilningurinn liggi þín megin en ekki hjá þessu fólki. Það er tekið á þessu í greinargerðinni. Ég bara hvet ykkur til að fara og lesa hana. Þetta er ekki vel skrifað, ég skal viðurkenna það. En það er talað, þessi problematík sem þið eru að tala hérna, hún er ávörpuð sérstaklega í greinargerðinni. Og svo kemur lausnin þar fyrir neðan að við erum að miða við punktstöðu frá júní 2025 og eftir 15 ár þá er ekki búið að vera leiðrétta koll á kollið sú tala sem er hærri, heldur bara sú sem er hærri á þeim tímapunkti. En það er samt liggur fyrir að í svörum fjármálaráðuneytisins þar sem er verið að spyrja fjárhagslega áhrifafrumvarpi þá segja menn að það liggi ekki alveg fyrir, menn hafa ekki alveg forsendurnar skýrar, þannig að það er greinilega bara margt í mörgu og við þurfum þá bara að treysta þessu Rétt í lokin, það mál sem að ég var alveg á mörgum að vilja taka hér á borðið að það er nú öllum, flestum kunnugt að þú ert sonur Ölmu Möller. Mjög vel kynntur í fjölmiðlum sem slíkur. Já, ég meina þú ætti ekki að skammast þín fyrir móðernið og heldur ekki faðernið. En það er allt á, það er nú oft verið nærri heljarþröm á Landspítalanum. En nú er bráðamóttakan að því að verið sprungin í loft upp. Starfsmenn með berklasmitt, 120 mann sem er ekki heima inn á spítalanum verið fastir þar og það lá nú bara við að forstjóri Landspítalans brýst í grát í viðtölunum hér í vikunni. Hvernig getur þessi velstæða þjóð ár eftir ár boðið sjálfri sér upp á þetta ástand?
Ég meina, ég tek bara heilsugar undir, en þetta er náttúrulega ekki eitthvað sem bara gerðist á síðustu vikum. Það er búið að vera að vara við þessari stöðu í fleiri ár. En af hverju hefur ekki verið tekið á því? Það er verið að taka á því. Nei. Jú. Forstjóri Landspítalans segir að það sé ekki verið að taka á því. Já, og ég skal alveg sýna því skilning að fólk er orðið verulega óþolinmótt. En það er verið að gera meira núna en nokkru sinni fyrr, miklu meira en síðasta ríkisstjórn gerði allt sitt kjörtímabil. Vandinn liggur í hjúkrunarrýmum. sem voru fjármögn og skipulit í síðustu ríkisstjórnar. Vinna var hafin við það í síðustu ríkisstjórnar. Það er niðurskurðarkrafa á Landspítalanum. Nei, það er ekki rétt heldur. Það er verið að meta hana. Það er ekki komin nein sérstök niðurskurðarkrafa. Það er niðurskurðarkrafa eða svona aðhaldskrafa í kaupum, í opinberum innkaupum, en hún er landlæg, hún er yfir alla stofnanir. Já, en hún er til Landspítalans. Það hefur ekki verið tekin ákvörðun niðurskurðarkröfu á Landspítalanum. Hún er í innkaupunum. Meðal annars, já, en hún er allstaðar, sko. Búa sig undir það að þurfa að taka milljarða. En sko niðurskurðarkrafa í innkaupum er ekki það sem er að valda stöðunni á bráðamóttökunni. Það sem er verið að valda stöðunni á bráðamóttökunni er uppsöfnuð innviðaskuld í heilbrigðiskerfinu. Bráðamóttakan er löngu sprungin. Það er löngu búið að vara við því. Hún hefur ekki fylgt þróun fólksfjölgunar, hvað þá ferðamanna á landinu sem fóru frá 50.000 á ári þegar hún var byggð yfir í 2,3 milljónir á síðasta ári. Þetta er uppsöfnuð innviðaskuld og það er akkurat það sem þessi ríkisstjórn er að taka á. Það er verið að ljúka við viðbyggingu á bráðamóttökunni sem fjölgar plássum eitthvað. Það er verið að grípa til aðgerða núna til skamstíma til að reyna að finna fleiri hjúkrunarpláss svo að það sé hægt að færa fólk af bráðamóttökunni. Svo ég vitna nú bara til varaformanns fjárlaganefndar, Dags B. Eggertssonar, eins áhrifamesta manns samgöngurinnar. Hann er búinn að koma í veg fyrir það að það sé hægt að reisa þetta hjúkrunarheimili hér upp í Grafarvogi árum saman. Þetta hjúkrunarheimili átti að vera reisi núna. Forstjóri Landspítalans sagði hér í viðtali hjá mér fyrir, ég man ekki hvort það sé 1,5 ár síðan, að ef að þau rými væru komin, þá væri þessi fráflæðisvandi Landspítalans leystur. En ég byrju, bara svo ég fá að segja að vandinn blasir við, en það benda allir á einhverja aðra. Nei, ég held að við séum ekki ábyrgðin er auðvitað hjá ríkisstjórninu og það er verið að grípa til aðgerða til langs tíma. Það er áætlað að vera byggð 600 hjúkrunarrými á næstu 2 árum. Þau voru 69 á ári frá 2017 og ég þekki glærukynningar með nýjar íbúðir í Reykjavík. Ég trúi því ekki bara fyrir ég fæ að labba inn í þessi hjúkrunarrými að þau séu til. Af því að við verðum þá að spyrja leikslokum, en þú ert að spyrja hvað er verið að gera og ég er að reyna að svara því þetta er það sem er verið að gera. Ástandið er þannig núna að Landspítalinn er að hugsa að bara fresta eða fella niður aðgerðir. Þannig að fólk bara sem það lífsnauðsynlega aðgerðum að halda, það geti bara dáið. Já, og það er verið að skoða alls konar lausnir, þar með talið samstarfi einkaaðila, þar með talið að nýta hjúkrahótelið á Landspítalanum og færa fólk sem getur bara eitthvað annað svo að þetta nýta þau pláss. Það er verið að skoða alls konar lausnir til skamstíma. Þetta er bara ekki vandamál sem er leyst varanlega til skamstíma. Það tekur tíma. Síðasta ríkisstjórn hafði það ekki í sér að klára þessi mál. Núna er verið að stíga mjög markviss skref sem byrjuðu með því að ríkið tók bara málaflokkinn til sín í upphafi kjörtímabils. Það er ráðherranefnd. Þetta tala um hjúkrunarheimilin. Ég er að tala um hjúkrunarheimilin. Það var nú búið að semja það áður en þessi ríkisstjórn tók við. Heldur betur og ég komið aðeins nýta. Ég vona að sé ekki saman nefnd og skoða leikskólamál að skoða þessi mál í heilbrigðiskerfinu því að það vantar bráðaaðgerðir. Menn að nefnda bara af hverju er ekki verið að bregðast við sama hættu og gerst þetta þegar COVID skall á. Þá voru bara hóteltekin á leigu, menn ekki þetta reist ef hann ræða við Jón Gunnarsson í gærmorgun að af hverju er ekki verið að skoða bara setja upp gáma starfsemi eða svona færanleg rými fyrir utan Landspítalann. Þetta er til lausnir sem að gætu komið þetta hratt og vel allt upp í skurðstofur í svona færanlegum hjúkrunarrýmum eða sjúkrahúsrýmum. Við höfum verið að ræða allir Kópavogur og kalla eftir því mjög að geta farið og brotið land í Gunnarshólma. Þar hefur hugmyndin verið samspil byggðar fyrir það sem eru komin á svona efra æviskeiðið og 1200 hjúkrunarrými. Þannig að þar væri hægt að ráðast í meiri háttar uppbyggingu. Gallinn við það er að þar hefur hafa kollegar okkar í borginni ekki verið til samtals það að færa út vaxtamörkin. En í öllu falli að hlustamenn tala með þeim hætti að sé allt einhverjum öðrum að kenna. Núna þegar 1 ár liðið á kjörtímabilinu finnst mér vera orðin pínu þreytt mantra frá ríkisstjórninni og talsmönnum þeirra. Við skulum vona eins og að þetta tækist vegna þess að þetta er
orðið grafalvarlegt mál. Þetta er mjög alvarlegt mál. Og þetta er ekki bara tölur hjúkrunarrými, þetta eru einstaklingar sem að þarna á hrakhólum. Einmitt. Heyrðu félagar, Kópavós kallarnir sjálfur, kaffibrúsakallarnir, þeir eru að mæta mikið saman í viðtöl. Já, við erum eins og Halli og Latti, sko, við erum spáðið að byrja að bjóða upp á bara veislustjórnun, við getum mætt. Fyrir miklu skemmtilegri. Já. En svo hlýtur þú nú að fara að mæta líka Ásdísi Kristjánsdóttur, ég meina sem oddviti, þá hlýtur það að vera næsta skref. Já, það hlýtur að vera mikil eftirspurn eftir því. Já, við munum kalla ykkur til. Hér verður mikil og vönduð umfjöllun sveitarstjórnarkosningarnar. Við spenntur. Og við munum að sjálfsögðu fjalla ítalum Kópavog, spennandi og gott sveitafélag. Jónas og Andri, takk kærlega fyrir komuna. Kærar þakkir. Við erum hins vegar að sjálfsögðu ekki hætt, þessi þáttur er bara rétt að byrja. Ég nefndi hér áðan að Þórarinn Pétursson, varaseðlabankastjóri, hann kemur hér til okkar á eftir og fer yfir stöðu mála. En áður en að því kemur þá koma hingað Lára G. Sigurðardóttir sem er læknir og doktor í heilbrigðisvísindum og Elías Blöndal Guðjónsson sem rekur áfengisverslunina Sandi. Þau ætla að ræða eða öllu heldur takast á það hvort að ríkiseinokun á þessum markaði sé æskileg og hvort að áfengi sé eitur eða eitthvað sem að auki við lífsins listi semdir. Fylgist þið með. Raindrops keep falling on my head and just like the guy who's been Samsung framleiðir vatnseld snjalltæki fyrir þig og þína sem þola íslenskt veðurfar. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Klæddu bygginguna í stíl með álklæðningu frá Límtré Vírnet. Íslensk framleiðsla, nýsköpun og áratuga þekking. Kynntu þér möguleikana á limtrévirnet.is. Hér hjá A4 húsgögnum bjóðum við upp á fjölbreytt úrval skrifborðsstóla við allra hæfi. Endilega kíktu til okkur í heimsókn við Skeifuna 17 ef þið vantar frekari upplýsingar. Komið sæl nýju. Við þökkum Jónasi og Andra Steini fyrir þessa góðu yfirferð. Þetta eru öflugir menn úr Kópavogi. Við ætlum hins vegar að venda hvað okkur í kross og ræða mál af allt öðrum toga. Áfengi hefur verið förunautur mannsins margra alda eða 1000 ára skeið og núna hefur risið upp mikil deila það á opinberu vettvangi hér heima hvernig áfengis sölu fyrirkomulegi skuli háttað. Svo umræður reyndar ekki nýja nálinni en ég verð að segja að hún hefur sjaldan verið hressilegri en einmitt síðustu daga. Það skýrist að því að þau hafa verið að takast á bæði í útvarpi og á netmiðlum. Elías Blöndal Guðjónsson sem er lögfræðingur og eigandi Sandi og Lára G. Sigurðardóttir. Hún er læknir á Vogi og doktor í lýðheilsuvísindum. Þau eru algjörlega og öndverðu með þetta mál og þess vegna er mikilvægt að kalla þau hingað í spursmál og kanna hvort að við getum fundið eitthvað sáttaflöt á milli þeirra. Velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Takk fyrir. Við höfum verið að takast á það í raun og veru árum saman hvernig sölu fyrirkomulegi áfengi skuli háttað. Núna, eða við höfum lengst að verið með ríkiseinokun að þessu ÁTVR sem að núna eru kallað Vínbúðirnar hafa sinnt þessu en fyrir örfáum árum þá stigu þið fram á sviðið brutu svona blað á þessu sviði Elías hjá Sandi og hófu netsölu í gegnum erlent fyrirtæki. Og sumir segja að það sé glufa í lagaumgjörðinni, aðrir segja að lögin séu bara skýrum það að netverslun með áfengi skuli heimilum með þessu tagi. Mér langar til að byrja umræðuna kannski á svona almennari spurningu og hún varðar skaðsemi áfengis. Því að eitt er sölufyrirkomulagið, annað með skaðsemina og ég varpaði til þín, Elías, út frá þessu, er deilt það, er ekki ljóst að þarna vöru sem er eðlis ólík annari vöru að ræða? Jú, það er alveg rétt og það er eins og sagt að áfengi er engin venjuleg neysluvara. Það er bara alveg rétt og ég held einmitt að það sé ágætt að kjarna málið bara svona í upphafi. Og sko ég held nefnilega að það sé verið að blanda saman tveimur svona ólíkum hlutum. Það er annars vegar skaðsemi áfengis eða svona segja skaðsemi óhóflegrar áfengisneyslu annars vegar sem að er ekki deilt í þessu máli. Og hins vegar sölu fyrirkomulag. Það er nefnilega þannig að þó að einhverjir eigi vandræði með þessa vöru þá eigum við bara langflest í heilbrigðu sambandi við hana og þetta er lögleg neysluvara. Og þá er málið eiginlega komið að
því að velta því fyrir sér hvert er eðlilegt og gott sölufyrirkomulag á þessari löglegu neysluvöru. Og það kannski það sem að hefur dálítið truflað mig í þessum umræðum öllum að mér finnst kannski að umræðan snúist frekar skaðsemi óhóflegrar áfengisneyslu en ekki sölufyrirkomulagið. Vegna þess að ef við værum að ræða sölufyrirkomulagið þá værum við að ræða ÁTVR líka. En það er eitthvað svona, þar ríkir algjör þögn starfsemi ÁTVR og hvernig starfsemi ÁTVR fellur að þessum svokölluðu lýðheilsumarkmiðum. Þú ert í þínum störfum að fást við einmitt það fólk sem ræður ekki við notkun þessar efna og reyndar annar efna líka í stórkostlegu starfi á Vogi. Er þetta ekki rétt hjá Elíasi að þetta eru tvö aðskilir máli raun? Nei. Skaðsemin og svo sölufyrirkomulag? Við þurfum eiginlega að horfa á þetta algjörlega ósammála andverðu með það. Þetta er eiginlega raun þríþættur skaði sem við erum að horfa á. Fyrsta lagi er það 20% þjóðarinnar sem á við áfengisvanda að stríða, en við vitum það að 7% landans hefur lagst inn á og það eru mun fleiri sem hefur gott að því að koma. Það þekkja flestir í hverjum fjölskyldum. Í öðru lagi er það ungmennin okkar sem við þurfum að passa og halda áfengi frá því að taugakerfi þeirra eru að þroskast í 25 sem er upp til 30, þannig að áfengi er mjög skaðlegt fyrir ófullþroska taugakerfi. Og í þriðja lagi er það heildarneyslan, þar sem maður að tala að það að fá sér rauðvín með steikinni og fá sér bjór eftir vinnu sé skaðlaust, sem er í raun ekki rétt. Og í því samhengi langar mig að benda á það að því þú svo í framhaldi af umræðu okkur í gær þar sem að þú lést í veðri vaka að heimildir þínar sem sölumanns áfengis væri í raun betri heldur en heimildir sem OECD, Alþjóða heilbrigðismálastofnun, heilbrigðisráðherra, landlæknir, öll heilbrigðisstéttin eins og leggur sig, forvarnasamtök, að þínar 6 heimildir sem að þú vitnar í séu betri en þær. Og þar langar mig einmitt lykil rannsókn þannig sem að þú algjörlega mistúlkaðir er svo að því hefur lengi verið haldið fram á, getur bara að upplýsa fólk það að hófleg áfengisneysla sé verndandi og lengi líf. Það var einhver rannsókn sem kom þar, svo var farið ofan í sauman á þeirri rannsókn og það sem að kemur í ljós er að viðmiðunarhópurinn sem var abstinence eða drakk ekki neitt áfengi, að í þeim hópi voru þeir sem hafði drukkið mjög mikið áfengi í gegnum ævina ef það hætt að drekka, þannig að það hækkaði dánatíðni í þeim hópi. Þegar þeir voru teknir út að þá kemur í ljós að það er engin neysla örugg. Áfengi, enda líka er áfengi eitur, áfengi er taugaeitur, þú getur, eins og þetta líka sem með mjólk, þú getur drukkið mjólk mjög lengi en þú munt ekki deyja henni, mjög ólíklega. En áfengi, þú munt getur bara einni kvöldstund getur það valdið dauða af því það lamar taugakerfið. Förum aðeins onni þessar ólíku röksemdir en það sem að kannski bara upp á upphafspunktinn sem ég held að sé mikilvægt fyrir fólk almennt að átta sig á. Er þá samkvæmt vísindunum sem að þú vísar til er öll neysla áfengis skaðleg? Algjörlega, af því endalega við bara horfum á hvað mólekúlur við erum með. Áfengi er í raun bara taugaeitur og það er bæði vímu og fíkniefni og auðvitað meðhöndlað sem slíkt að það sé ekki bara Jón Jónsson og hver sem megi dreifa áfengi eða eitrum vímugjafa sem hefur hugbreytandi efni í hvert heimili á landinu því að leið og þú drekkur áfengi þá slekkur á þeim hluta heilans sem sér rökhugsun og dómgreind. Þannig að við erum þá að ýta undir það að hvataheilin er raun, hvatirnir okkar sækist meira og meira í áfengi og það ýtir undir neyslu. Það er bara taugalífeðlisfræðilega vel þekkt. En þá aftur til þess að því ég reyna að koma okkur á eitthvað sameiginlega grunn áður en við síðan tökum umræðuna sölufyrirkomulagið. Í grunninn er þá með þessa lýsingaðinnar þá ert þú að þeirri skoðan að það ætti að banna áfengi? Nei. Ég er ekki að segja það að fara til banna árun aftur. Ég er bara að segja að við þurfum að hafa skýra reglugerð og umgjörð og líkt og Elías kannski búin að tala að við séum að rangri leið með fjölgun opnunarstaða og slíkt. Þá þurfum við bara að endurskoða það og afnormalisera áfengisneyslu. Við erum alltaf bara búin að vera að normalisera áfengisneyslu síðustu árin í samfélaginu. Það er ógjarnan ósjaldan sem að vín er jafnvel í sjónvarpsþáttum bara upp á borði og við þurfum að horfa og það er aðgerð til dæmis sem að heppnast vel eins og með tóbaksvarnir og það voru stjórnvalsaðgerðir sem að gera það verkum að við erum meðal þjóða sem að
reykjum minnst í heiminum. Hvaða stjórnvaldsákvarðanir voru það? Það voru margar. Upphaflega var það að þú máttir ekki reykja í flugvélum, síðan var það það má ekki auglýsa, þú máttir aldrei sýna sígarettur í sjónvarpi né blöðum, nema þú væri að tala um skaðsemina. Síðan var það merkingarnar, við vorum með fyrstu þjóða heims til að merkja umbúðir að þetta væri vara sem dreipur þig. Og svo var það kannski veigamestu sem var 2007 þar sem að þú máttir ekki reykja á almenningsstöðum því að út af óbeinum áhrifunum og það nákvæmlega sama sem við erum að horfa með áfengi. Áfengi hefur mjög mikil óbein áhrif á samfélagið. Nákvæmlega, og ég raun meira óbein áhrif á samfélagið heldur en sígarettureykingar. En miðað við þessar lýsingar, hvað myndirðu vilja að stjórnvöld gerðu? Myndirðu vilja banna áfengisneyslu á opinberum vettvangi? Eða hvaða leiðir eru færar? Reykingarnar voru náttúrulega bannað vegna þess að þú labbar inn á staðinn og þú neyðist þess að handa að þér þessu eiturlofti en þú ert ekki neyddur til þess að súpa af rauðvínsglasi þú labbar inn á veitingahús þar sem það er í boði. Nei, það er náttúrulega, þú veist, það sem ég er að tala um að ég er ekki búin að útlista nákvæmlega hvað við ætlum að gera í áfengisneyslu en við þurfum að fara að horfa, ég get ekki ákveðið það hvað er rétt að gera en við sem samfélag þurfum að ákveða hvernig viljum við að haga sölufyrirkomulagi í samfélaginu og hvernig viljum við haga normaliseringu. Það er hægt að gera ýmislegt eins og til dæmis að banna netsölu þannig að það sé ekki hægt að fá þetta bara sent heim, það er hægt að fækka útsölustöðum, það er hægt að fækka opnunartíma, stytta opnun skemmtistaða, ég veit að ég vil slökkva í partíinu og það er hægt að gera ýmislegt sem sýnir að það dregur úr skaða í samfélaginu. En myndirðu til dæmis vilja fækka veitingahúsum sem hafa leyfi til þess að selja áfengi vegna þess að eitt af því sem ég hef tekið eftir og ég veit að Elías kannski komum inn á það eftir að vínbúðurnar hafa fjölgað sínum útsölustöðum, vínbúðurnar sem opinbera batteri opnar vínbúðir þar sem þeir telja að þeir geti selja sem mest. Þeir loka verslununum sem selja minnst eins og dæmið í Smáralind og í Austurstræti hefur verið til umræðum. En dreifingin á áfengi, aðgengi áfengi hefur fyrst og næst verið tilkomin vegna gríðarlegar aukningar veitingahúsa og öldurhúsa þar sem að þessi varir aðgengileg daginn. Það er ekki aðalvandinn. Aðalvandinn eru að stærsti hluti áfengis er notar að minnsta hlutanum, þannig að 20% af neytenda borga fyrir 85% af vínu. Þannig að verðlag er það hátt á skemmtistöðum að það er ákveðin forvörn. Þannig að það er ekki neyslan á veitingastöðum og skemmtistöðum sem er aðalatriði í þessu. ÁTVR, það er ykkar samkeppnisaðili. Þið hafa verið gagnrýnir á það sölufyrirkomulag. Þið eiginlega komið úr hinni áttinni varðandi röksemdir Láru og þeirra varðandi aðgengismál. Já, sko, í fyrsta lagi þá kannski bara rétt að segja að aðgengi að áfengi á Íslandi er 100% og það getur ekki verið meira en 100%. Hvað er við með því? Ég á bara við með því að nú er bara markaður mettaður. Það virkar ekki þannig að framboð stýri eftirspurn stýri framboði og það skiptir auðvitað engu máli hvort það eru 5 mínútur eða 15 mínútur í næstu vínbúð. En meira sé að þó að það myndi skipta máli, þá hefur ÁTVR á undanförnum árum verið með þvílíka útbreiðslustefnu að þeir eru núna konið með 52 búðir eða 52 afgreiðslustaði, hvernig sem að það er orðað. Þeir auglýsa fyrir mörg 100 milljónir á ári og markmiðið þeirra er beinlínis að selja sem mest, að skilja sem mestum arði í ríkissjóð. Og nú vegna þess að það var nefnt hérna áðan að það sem skiptir máli í þessu er að vernda ungmenni. Nú, ég er bara búin að benda á það núna ítrekkað og við í fjölda mörg ár að sá sem að er lakastur í þessu er hið opinbera. Hið opinbera er eina vínbúðin á landinu sem selur unglingum áfengi og þetta bara viðurkenna þeir í áskýrslu sinni á hverju einasta ári. Hvað er þetta að menna með því? Já, ÁTVR framkvæmir svokallað skilríkja eftirlit á hverju einasta ári. Þeir framkvæmir sínar eigin rannsóknir og opinbera þær í áskýrslunum. Markmið ÁTVR í skilríkja eftirliti er nú ekki mjög háleitt. Það er 90%. Markmið þeirra er að það komist einungis 1 af hverjum unglingum í gegnum skilríkja eftirlitið. 1 af hverjum 10? 1 af hverjum 10. Hjá okkur kemst enginn í gegn.
Við erum með betri tæknilausnir heldur en hið opinbera. Við sinnum skilríkjaeftirliti betur heldur en hið opinbera. Hvernig er það gert? Það er bara gert með rafrænum skilríkjum. Það getur enginn keypt áfengi hjá okkur nema að skrá sig inn með rafrænum skilríkjum og sanna aldur. Bara eins og að fara inn á heimabanka? Bara eins og að fara inn á heimabankan. Og þetta er auðvitað mjög einfalt. Við erum búin að bjóða ÁTVR upp á þessa lausn. En henni hefur bara verið hafnað. Og af hverju ætli það sé? Má ég svara þessu? Já, sjálfsög. Til þess að þú komin. Já, sko, ég vil fyrst leiðrétta það að með þessa vöru þá gildir það ekki þannig að markaðurinn sé mettur. Það er í raun þannig með alla söluvöru og tala nú ekki fíkniefni sem að breytir heilanum og að... Ég held við ættum ekki að tala fíkniefni og áfengi þetta er löglegt áfengi er fíkniefni og vímuefni. Lögleg neysluvara og ólögleg vara. Já, þetta er fíkniefni. Þannig að það er ósanngjarnt að tala um þetta í sama þetta er fíkniefni. Það hefur áhrif á fíknistöðvar heilans og breytir og veldur mjög fljótt ávanabindingu sérstaklega hjá viðkomum. En ok, tölum markaðssetninguna. Markaðssetningin er þannig eins og við sjáum bara, því nú er ég að setja þetta sama hatt að ég er bara að horfa út frá lýðheilsusjónarmiði, að hvað við sáum með nikótínpúðana. Eftir því sem að varan er sýnilegri, auglýsingar fara í gang og því þessi beint að börnum að því fyrr sem þú nær fólkinu, því fyrr ánetjast það, því meiri neysla verður. Það er númer 1. Og númer 2, þá vildi ég tala líka netverslunina, af því að þú talar að ykkar fyrirkomulag sé svo miklu betra. Þá vil ég bara benda á það að ÁTVR hefur staðið sér mjög vel. Það er ekki 90%, þeir eru með 90% og þeir eru yfir viðmiðunarmörkum í svokallum huldu heimsóknum, þar sem kanna hvort að börnum er selt. Það er ekki 100%. En þú tekur ekki, þetta er bara eitt brot af myndinni, þú tekur ekki með. Nú hef ég sjálf orðið vitni að því, hvernig ætlar þú að tryggja það að ungmenni er ekki að kaupa áfengi í gegnum, veistu hvernig ungmenni kaupa áfengi? Já. Hvernig? Já, þau kaupa það bara ÁTVR. Nei. Helsta leiðin sem að ungmenni kaupa sér áfengi er í gegnum eldra systkini eða fullorðinn einstakling og þau senda þá viðkomandi í búðina. Núna með þessu netsölu fyrirkomulagi sem að þið hafið haldið úti án lagalegra heimildar að þá getur barn eða ungmenni fengið eldra systkini, einhvern fullorðinn til að panta fyrir sig og viðkomandi þarf ekki svona að fara í búðina. Hann fær það bara beint heim, hver kemur með vöruna heim? Mögulega líklega einhver frá Volt eða Drop sem tala hvorki íslensku né ensku og spyr ekki skilríki. Jú, það er spurt skilríki þegar varan er afhent á heimili fólks. Jú. Það er ekki alltaf gert. Það er alltaf gert í okkar tilviki, jú. Ykkar kannski, en það eru 20 aðri netsölu aðilar. Ég get ekki svara fyrir þá. Nei, og það er það sem er vandamáli sem við erum að horfa. Það verður miklu auðveldara aðgengi fyrir ungmenni að nálgast eiturefni, fíkniefni og vímuefni. Þetta er ekki mjólk sem við getum bara sett í hendurnar á hvernig sem er til að fara með. Nei, en sko, talandi að halda áfengi að börnum. Heyrðu, sko, ég er ekki að halda áfengi að börnum. Mér er bara mikið í mun það að áfengi sé ekki haldið að börnum. Ég held að það skipti miklu máli. Og eins og ég sagði í gær við þig, að ég held að við séum í sama liði hvað þetta varðar. Ég vil meiri forræðishyggju þegar kemur að ungmennum. Það á ekki að selja ungmennum áfengi. Það er númer 1, 2 og 3. Getur ekki með netsölu? Jú, hið opinbera... Ef eldra systkini eða foreldri ákveður að koma áfengi að barni og ungmenni, þá getur hið opinbera eða hvorki einkaaðili ríkið ekki komið í veg fyrir það. Nei, þetta er mjög auðveldari leið, heldur en að fara þurfa að gera sér ferð á staðinni í ríkið. Og það er sama með veikustu, það er líka sama með veikustu. Það er sko fjórðungur okkar Íslendinga er með drykkju, þannig sem sýnir áhættu drykkju, 1 af hverju 4. Og það að geta fengið þurfa aldrei að láta renna af sér til að fara og sækja vöruna út í búð, að það er líka, þá erum við halda í raun íta undir skaða hjá þessum viðkvæma hópi. Í raun, það sem þú ert að fallast eftir er að fá leyfi til að auka skaðan í samfélaginu, bæði hjá einstaklingunum og í samfélaginu. Þetta er alltaf bara ósmekklegt að halda þessu fram, verð ég að segja. Nei, þetta er bara sannleikur. Ég ætla bara að segja eitt núna, hvað þetta varðar. Hvers vegna beinið þið ekki spjótum ykkar að hinu opinbera? Hið opinbera, það bara liggur fyrir að það er hið opinbera sem að selur unglingum áfengi. Nei. Það er hið opinbera sem að heldur áfengi að börnum. Ég meina þið hafið bæði komið í Leifsstöð nýlega. Maður kemst hvorki úr landi, né inn í landið,
nema að fara þar í gegnum áfengisverslun. Ég er sammála. Með smakkborði, auglýsingum upp alla veggi. Þetta er í skjóli hins opinbera. Aldrei hef ég heyrt ykkur tala fríhöfnina í þessu samhengi. Nei, það kannski bara næsta mál. Ég er alveg sammálaður. Fjölskyldan kemst ekki til Tenerife án þess að fara í gegnum Vín. Nei, veistu, ég er alveg sammálaður. Ég held að þetta sé næsta mál sem við þurfum að taka. Já, ég held að þetta ætti að vera fyrsta mál. Nei. Að fara í óábyrgu söluna áður en þið farið í þá sem að sína ábyrgð. Við erum hér að tala þetta er í raun stærsti markas hlutdeildin sem við erum að skoða hér. Já, Leifsstöð er langstærsta vínbúlandsins, veltir 10 milljörðum á ári. Ein spurning varðandi þetta, að því að þú talar netsöluna og aðgengi sem í því fælst og netsala hefur rauðsett í rúms að því að hún breytir möguleikum fólks til þess að kaupa vöru og eigur þægindinu kaupin. Ef að þetta snýrist ekki netsölu, þetta snýrist það átíðaferð sem að reynda stundar netsölu í einni eða annarri mynd, væri ekki með hana og að Elías væri heldur ekki með netsölu, heldur bara sína verslun í Skeifun eins og hann gerir. Myndi þetta þá horfa öðruvísi við að þínu leyti? Nei, af því að í raun... En þá snýst þetta í raun og veru bara það hvort þetta séu einkaaðilar eða eða opinber. Já, af því að... Af hverju er áfengi sem ríkiselur minna skaðlegt heldur en áfengi sem einkaaðilar? Það snýst ekki það. Þetta snýst forvarnir og leið og þú ert búin að... Ef það snýst forvarnir? Að því að ríkið er eina... Ríkið er að opna verslanir út út um klára. Ríkið er eina, einkasala er eina fyrirkomulagið þar sem hún getur stjórnað, sölustöðum, opnunartíma, verðlagi, lágmarksverði, sköttum. Má ég klára? Já, en þetta er rangt hins vegar. Nei, auglýsingum. Þetta er líka rangt. Nei, við getum núna farið í þá að skoða það, erum við með margar vínbúðir, þurfum við að fækka þeim, fyrst við erum að sjá aukningu í áfengisneyslu í samfélaginu, þurfum við að draga úr aðgengi, við þurfum að draga úr opnunartíma. Það er allt líkil, eigum við að hækka aldurstakmark upp í allavega 21 eða 25 ára, þannig að leyfa börnum að fá taugakerfið sitt til að þroskast á hún að byrja að neyta eitur. Þetta er allt ramminn sem þú getur sett alveg svo getur gert varðandi fiskvinnslu eða bifreiðaumboð eða hvað sem þú getur, löggjafinn getur sett ramman sem að mönnum ætlað að fylgja. Upp að vissu marki, en það sem við höfum séð núna í þessari skjólu hérna svo kallar lagalegri óvissu er það að ekki þið held ég, en aðrir sem að selja á netinu hafa verið að bjóða tilboð. Og það er mjög mikilvægur þáttur í forvörnum. Annað líka er markaðssetning. Það eru önnur netfyrirtæki sem hafa verið að auglýsa vöruna á samfélagsmiðlum og svo fyrir utan það að með því að gefa þessa vöru, söluna frjálsa, þá erum við að normalisera, áfengisneyslu. Að þetta sé bara eins og við gerum með nikótíni, að nú halda allir að það sé bara eðlilegt að vera með nikótín allan daginn upp í menninu. En það er eðlilegt að drekka áfengi. Það er ekki óeðlilegt. Það er ekki eðlilegt að sjúkdómsvæða áfengisneyslu hjá öllum. Það er það sem er óeðlilegt. Ef við ætlum að skoða nýjustu rannsóknir, þá getur þú sagt, já, það er allt í lagi að setja smá taugaeitur ofan í sig, en bara ef ég set of mikið þá er það verra. Við þurfum bara aðeins að vakna sem samfélag og átta okkur hvað við erum með. Flestir sleppa með að drekka hóflega, en ekki allir. En Lára, ég bara velta, nú er föstudagur og fólk að fara heim til sín eftir vinnu og fara að baka pizzu eða steik, opna sér rauðvínsflösku. Er það sjúkdómseinkenni að fólk neyti vöruna? Ég er bara að reyna að átta með því að... Ég er ekki að segja það. Þetta er búið að normalisera þetta í samfélaginu og sko, ef við horfum á bara... Þú ert að segja að þetta er eitur, þú ert að setja eitur inn fyrir þína varir og að það sé sjúkdómsvæðing. Elías er að slá á þetta og segir það er ekki sjúklegt að neyta áfengis ef það er gert með ábyrgum hætti. Þú ert ekki komið sjúkdómi þó þú fáið þér smá af eitri, en málið er að lifrin okkar getur þolað talsvert mikið af eitri og ef hún fær bara ekki of mikið að því
í einu, þannig að hún nær ofta að vinna úr því. En niðurbrotsefni áfengi sem heitir acetaldehýð, það flokkað eins og tóbak sem þekkt krabbameinsvaldandi efni og það brýtur niður erfðaefni og mjög skaðlegt frumunum okkar. Okay. Þannig að ef við veitum það að við erum stöðugt að taka inn eiturefni í umhverfinu okkar, bara að fara á bensínstöð og eitthvað slíkt, en lifrin höndlar það upp á vissu marki. En talandi bensínstöðar, að því þú nefndir þetta með normaliseringun og aðgengið, með tóbakið, þú leggur áherslu á nikótínpúðuna en sígaretturnar sem hafa verið að plaga samfélagið öldum saman. Aðgengið þar hefur verið gríðarlegt. Einkaaðilar hafa fengið að selja tóbak óreittur og bara í miklu magni, matvöruverslanir, bensínstöðvar og veitingastæðir og það hafa verið sjálfsalar meiri segja maður eftir. Þrátt fyrir það að einkaaðilar hafi sinnt þessu. Nei, já. Þrátt fyrir að einkaaðilar hafi sinnt þessu, þá hefur tóbaksneysla á Íslandi hrapað. Það að segja að við tökum þessa nikótínpúða út fyrir sviga. Já, af hverju var það? Ég talaði um það áðan, meðal annars það má ekki vera sýnilegt. Það má ekki vera sýnilegt til dæmis, þú sérð hvergi tóbak, þú ert alltaf að biðja um það og það eitthvað starf hún í skúffu. Með lögunum 2007, þar sem var bannað að reykja á almannafæri, þá afnormaliseruðu við tóbaksreykingar. Það mjög margir sem hættu þá og við sáum strax hjartasjúkdóma til dæmis að hríðfjall tíðni hjartasjúkdóma. Svo sjáum við nokkrum ára síðan að tíðni lungnakrabbameins lækkar. Þannig að allt þetta með tóbaksforvarnir var ekki það að því að það var að því að varan hún var ekki gerð æskileg. En varan samt seld af einkaaðilum og hún aðgengileg út allan dag. En áfengi og tóbaksverslun ríkisins flytur það inn. Það skiptir ekki bara hvað flytur inn. Spurningin með aðgengið. Þú segir, einkaaðilar með ekki gera þetta og það þarf að draga úr aðgenginu. En tóbaksneyslan, hún hrundi þó að það veri einkaaðilar sem seldu þetta og þó að aðgengi væri... út af öllum reglugerðunum sem hægt var að setja í kringum þetta. Ef það væri ekki allar þessar, ef við ætlum að banna það að drekka áfengi Ég held að unglingar hafi ekki ákveðið að hætta að reykja út af reglugerð. Jú, meðal annars. Af því að þetta var ekki... Ég tók ákveðum að reykja ekki, það var ekki vegna þess að það var sett í reglugerðinu, það var bara vegna þess að mér þótti þetta ógeðslegt. Já, auðvitað, ég meina, þú ert bara að tala fyrir sjálfa þig, en á heildina litið að þá það reglugerðir stjórnvalda sem að skipta mestu máli og það bara endurtekið sýnt í rannsóknum, þú veist, það bara kjarnin í lýðheilsufræðum. Fræðslan, hún telur með, en hún næri ekki til viðkvæmra hópa, hún mjög lágt og við vitum að við sem erum vel upplýst að við tökum ekki alltaf réttar og góðar ákvarðanir. Þannig að það númer 1, 2, 3 sýnileikinn og aðgengi sem skiptir máli. Einkaaðilar, þó hafa verið með tóbak, eins og ég segi, þú gast hvergi séð tóbak, af því að við erum bara þannig, ef við erum veik fyrir oft, að ef við sjáum freistingar fyrir framan augun okkur, þá erum við líklegri til að kaupa það. Þannig stjórnar markaðurinn oft bara hegðun okkar og hvað við kaupum og hvað við neytum. Það ekki röksemdi gegn því til þess að heimila áfengisauglýsingar í dagblöðum og vefsíðum og slíku? Já, það þannig í dag að áfengisauglýsingar eru bannaðar, lögur samkvæmt. Það bara þannig. Samt að vera að brjóta það? Já, það auðvitað bara vandamál út af fyrir sig. Ef það ekkert að framfylgja lögunum, þá bara að skoða það. En áfengisauglýsingar eru bannaðar. Hið opinbera getur sett reglur opnunartíma. Hið opinbera getur skattlagt áfengi eins og því sýnist. Það reyndar þannig að hvergi á byggðu bóli eru skattar á áfengi hærri heldur en á Íslandi. Þannig að ríki getur auðvitað bara sett ramma utan þetta eins og hvað annað. Þannig að En hér finnst mér kannski bara svona að það ægir öllu saman hérna og ég verð að segja að ef við skulum bara setja upp ímyndaðan raunveruleika og 2 sviðsmyndir. Ef við værum að hverfa frá áfengisbanni í dag, myndum við þá í fyrsta lagi opna 52 ríkisverslanir í verslunarmiðstöðum, inn í byggingavöruverslun, hliðina á barnafatabúðum, á öllum 44 stöðum landsins. Það sem að enginn kemst framhjá því að labba framhjá vínbúð. Myndum við gera það? Ég alveg samanlega... Eða myndum við hafa alla áfengisverslun í netverslun? Mér finnst þetta frábær punktur. Ég held að við ættum jafnvel að skoða það að hvar við viljum hafa vínbúðirnar staðsettar og hafa þær staðsettar þar sem erfiðast að nálgast. Já, þetta ætti þetta bara að vera alltaf á netinu. Eða eitthvað slíkt? Já, nei, kannski ekki alveg svo, en ég meina, það þarf aðeins að fara út fyrir alfara leið. Það mun hafa áhrif á neyslunni í samfélagi. Í framhaldi af þessu, þá ætlum ég bara að benda á að það eru bara engin gögn sem að sýna fram á það
að heildarneysla aukist ef að vínbúðum fjölgar. Heyrðu, Þetta eru bara ósannindi og þessu er bara haldið fram gegn betri vitund. Það er vegna þess að nýjustu rannsóknirnar, þær ganga bara gegn heimsýn fólks, lýðheilsufræðinga. Það er ekkert sem bendir til þess að fjöldi afgreiðslustaða hafi áhrif á neyslu, ekki neitt. Heldur þvert á móti liggja fyrir nýjar rannsóknir sem að sýna fram á þig gagnstæða. Að því þú varst að gagnrýna mig í gær í Kastljósi fyrir að hafa ekki lesið heimildina þína, þannig að ég tók mig til. Já, þú viðurkenndi það nú bara í útvarpinu daginn að hafa ekki lesið það, sko. Nei, þannig að ég tók mig til í gær og fór yfir heimildina þínar og það var ekki betur en svo að þetta voru 6 heimildir held ég sem voru að vitna í rannsóknir, 2 eða 3 þeirra, þær voru ekki svona heimildir og þegar ég reyndi að leita að þeim að þá kom bara upp 2 greinar sem þú skrifaðir og vitnaðir í þær, þannig að það leit út eins og það væri tekið að einhverju lélegri gerðum. Þetta eru bara vísindagreinar sem eru á bakvið lokaða vegg, sko. Nei, með því að leita, ég kann að leita að vísindarannsóknum, ég er búin að vinna við þetta í 20 ár að verða. Ertu að segja Elías sé að vísa í vísindagreinar sem ekki til, já, og þessi Pennsylvania rannsókn sem hann... Þetta er nú alvarlega ásökun Elías. Já, ég meina það sem hann vitnaði í Pennsylvania rannsóknina. Þetta fór rektor Bifrastar til að fara hún í þetta mál. Já, það var engin rannsókn þar á bakvið og ein rannsókn sem hann vitnaði í, það var bara í raun, sko, í vísindatímarit og engin rannsókn á bakvið. En ert þú með vísindarannsóknir sem sýna fram á hið gagnstæða, þar að segja að ef þú fjölgar, ef við myndum bæta við 20 vínbúðum hjá ÁTVR á höfuðborgarsvæðinu, að þá myndi neyslan aukast. Ég mæli með fyrir alla sem hafa áhuga að lesa vísindariti sem að tekur saman alla rannsóknir á þessu sviði sem heitir eftir hann Thomas Babor, heitir Alcohol, No Ordinary Commodity. Það bara farið alla rannsóknir á lýðheilsu sviði. Það eru ekki bara hann sem Ég að spyrja, eru rannsóknir sem sýna fram á það að ef við myndum fjölga vínbúðum á fjölbundnum stöðum hér á höfuðborgarsvæðinu að það myndi neysla áfengis við það aukast? Já, þessi skýrsla sem sýnir akkurat þetta, hún er byggð á safngreinum sem að tekur saman allar rannsóknir því sviði, náttúrulegum tilraunum og alþjóðlegum samanburði. Þannig að allar þessar saman koma, en vissulega ég er alveg að teka undir með, við þurfum að halda áfram að rannsaka þetta og skoða þetta betur, það mætti bæta rannsóknir, en já, öll þau vísindi sem að núna við höfum að styðjast við sýnir þetta. Aukið aðgengi, það er ekki að segja öll vísindi styðji þinn málstað, þetta er þetta bara ósatt. Þau koma saman, ef þú skilur hvernig vísindi virka. Já, þannig að meðaltalið er þér í hag. Nei, bara þú veist, það er rannsóknir sem að koma saman. Ég meina þessar vísindarannsóknir sem þú varst að birta í voru meirihlutin voru ekki svona rannsóknir, þannig að hvernig maður geta tekið mark á því? Já, ég segi það bara á móti, sko, rannsóknir sem að þú og Valgerður vísuð í ykkar grein sem að var nú kannski upphafið af þessar umræðu allri. Það eru rannsóknir sem að þið vísið í sem að þið segið að bendi til þess að heildarneysla aukist ef afgreiðslustöðum fjölgi. Nú, þetta eru þetta bara eldgamlar rannsóknir sem að byggja á gögnum frá kalda stríðinu og löngu áður en að netverslun varð til, sko. Og nú er bara í dag breytt neyslumynstur og breytt samsetning á samfélögum. Þannig að það er auðvitað bara kannski svona eins og að kasta steinum úr glerhúsi að gagnrýna mínar heimildir. Þú veist með þínar 6 heimildir þar sem að 2 voru kannski rannsóknir, að þú ert að segja það að það vegi þyngra heldur en heimildir Alþjóða heilbrigðismálastofnunar, OECD, landlæknis, heilbrigðisráðherra, það vegi... Já, þetta er auðvitað bara... Hvernig er þetta að taka mark á því? Þetta er algengur rökvilla, sko, að halda því fram að vegna þess að nógu margir segi eitthvað nógu oft og þá verði það satt. Nei, kíktu á þetta sem ég er að benda þér á. Það virkar ekki þannig. Kíktu á bókina sem ég er að benda þér á. En ég vísaði nú til dæmis bara líka í skýrslu frá Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni sem að var reyndar nýrri heldur en svo sem að þið vísuðu í. Og þar kemur bara beinlínis fram að það séu aðrir þættir heldur en fjöldi afgreiðslustaða sem hefur áhrif á neyslu. Það er alveg rétt, það er aðrir þættir sem áhrif, en mikilvægasti þátturinn er aðgengi. Nei, það er ekkert sem að stjórnvalda, ef þú skoðar skýrslu sem eru meðinni. Býtu nú við. Þú segir að mikilvægasti atriði sé aðgengið. Ég fór yfir þetta með tóbakið á hún og sagði að aðgengið er algjört. Það var selt af einkaaðilum út allan bæ og er ennþá. En þá sagði þú, nei, það eru reglugerðirnar sem ráða för. Ef aðgengi skiptir mestu máli, hvernig stóð það á því að tóbaksneyslan dróst svona mikið saman
þó að aðgengið væri algjört. Það ég var að segja á hann, það út af stjórnvaldsaðgerðum. Þú ert ekki með... Nei, þú varst rétt á hann að segja að það væri aðgengismálið. Já, ok, það sem... Aðgengið í tóbakinu hefur verið 100%, samt hefur þetta hrunið. Aðgengi líka mjög mikilvægt upp á hvað sýnileikinn. Þú veist, með aðgenginu, þú getur ekki færi á netu og pantaði tóbak. Og þú ferð út í búð, þá er þetta ekki fyrir Það alveg hægt að panta tóbak á netinu, sko. Það ekki sýnilegt, það má ekki vera sýnilegt. Nei, þú þarft að fara inn á vefsíðuna til þess að sjá það, alveg svo í minni verslun. Þú mátt ekki vera með sýnilegt, sígarettur sýnilegar á... En byrju, svo aðli sem með áfengið það ekki mest sýnilegt í dag einmitt átíðaferð. Þegar ég labba með börnin mín í gegnum Kringluna og þá eru þar vínflöskur sýnilegar og vínbúðin á auglýsa. Ég alveg sammála ykkur. Við þurfum kannski bara að breyta þessu. Og fara og hugsa hans hvernig við viljum útsetja og sýna áfengi sem neysluvöru. Þú veist, það má endurskoða það. Ég held að sé allir opnið fyrir slíkri, ég skynja ekki annað, en það er eitt í því sambandi reyndar. Ég horfði svolítið á enska boltan, reyndar alls ekki nógu mikið, en þar dynja á mér áfengisauglýsingar alveg út í eitt. Það veldur ekki því að ég stökkvi í ísskápinn og opni með bjór eða kampavínsflösku. Nei, það líklega því að þú hefur nógu góða sjálfstjórn. Þekktur fyrir það. Já, sem að flestir hafa ekki. Það get ekki flestir hafa ekki, þetta er náttúrulega ekki rétt, sko. Það er náttúrulega enginn eins og ég, sko. Ég held að lang flestir hafi góða sjálfstjórn. Það sem ég ætla að fá að segja. Þú heldur það? Það sem ég ætla að segja út frá þessum, sko, með aðgengi og sýnileikan. Þú veist, verðum við þá á grundvelli reglugerð að banna enska boltan eða banna innflutning á Vogue-tímaritinu þar sem að þessar auglýsingar dynja á manni. En það er verið að auglýsa líklega einhverja vöru þarna, þú tengir ekki jafn mikið við þegar erlend tímarit þar sem einhver erlend verslun er að selja áfengi, þú ert ekkert svona, já, heyrðu, ég ætla að stökkva í þessa búð og kaupa þetta vín. Þetta er bara Bombay-gin, sko, skilur, sem að ég get keypt í öllum vínbúðunum, eða Carlsberg á einhverjum hræðilegum Liverpool-leik sem að ég er að horfa á og ég get fengið Carlsberg hvað sem er í vínbúðunum eða í öllum börum. En það er sama með sígaretturnar, þú veist. Við þurfum bara að hafa ákveðna reglur, það er ekki, þú veist, eins og hér, það eru mun fleiri sem að Íslendingar sem að lesa Morgunblaðið eða netmiðla heldur en Vogue-blaðið, eitthvað tímarit sem eru mjög fyrir sértækar Vogue. Ég bara nefna þessi dæmi, það eru þetta 20.000 sem að horfa til þess á íþróttir og í íþróttakappleikjum út allan heim er þetta gert. Ég myndi klippa út áfengisauglýsingar ef ég væri að það eru bara inn á vellinu, sko, þannig að það er ekki hægt, sko, þá myndi maður ekki sjá nema helmingina leik. En það skiptir líka máli hvort þú ert að sjá bara nafni eða hvort þú ert að sjá girnilega, þú veist, bjórflösku eða einhverja fólk hafa gaman að halda á einhverju rauðvíni, skilu. Það hefur allt áhrif ef þú bara, þú veist, skoðar... En það er verið að auglýsa, þar hefur Ölgerðin árum saman auglýst 0% bjór og það er mjög girnilegu drykkur og maður er síðþyrstur í þetta eitthvað slíkt og Ríkisútvarpið sem er ríkisbatteri sem að líkt á að það leifir þessar auglýsingar alveg út í eitt. Það er ekki vín heldur. Það er ekki vínandi í þessu 0%? Nei, ég held að sko, það seljist nú mjög lítið af þessu sko, 0% gulli, það hefur gert í gegnum tíðina. Tilgangurinn er auðvitað að selja áfengadrykki, sko, það blasir alveg við. Erum við ósammála því? Við þurfum bara að komast ef okkur finnst það að vera of tryggarandi fyrir marga. Þér finnst það ekki of tryggarandi? Það hefur ekki verið tryggarandi fyrir mig en að við komumst að því og gerum kannski rannsókn á því. Er þetta tryggara viðkvæma hópa, til dæmis fjórðung þjóðarinnar sem neytir áfengis óhóflega, þá þurfum við bara að sleppa því og ekki vera að útsetja fólk til að íta eitthvað að taka þannig að það fara að neyta meira áfengis. Rétt í lokin, Elías, það hefur verið sótt að lögreglan hefur verið svona í einhvers konar aðgerðum gegn einhverjum vínbúðum og öðrum ekki og hver er staðan á þessum málum varðandi kærur og stöðin á dómskerfisins? Jú, sko, okkar verslun, hún hefur sætt lögreglurannsókn núna í bráðum 5 ár og án þess að hafi verið gefin út ákæra. Hún þurfa að sitja undir þessu í allan þennan tíma. Núna á síðasta ári var hins vegar önnur verslun ákærð og það máli bara fyrir Héraðsdómi Reykjaness núna og ég ávona því að það verði aðalmeðferð því núna bara næstu vikum. Já. Og ef ekkert breytist þá mun bara koma dómur í því máli núna fyrir réttarhlé. Hvernig það fer veit ég ekki en það er alveg öruggt að þetta mál mun rata allar upp í Hæstarétt þannig að þessu er auðvitað hvergi nærri lokið. Þetta mun taka einhver ár í viðbót.
nema þá að löggjafinn einfaldlega bara sjái að sér og stígi inn í þetta mál og feli bara einkaaðilum að sinna þessu hlutverki sem að þeir geta gert alveg jafnvel og ekki bara jafnvel heldur betur heldur en hið opinbera. Varðandi skilríki eftir til dæmis. Nei, ég er búin að fara hún í það. Hið opinbera hefur auðvitað bara brugðist þjóðinni, hefur auðvitað bara brugðist börnum og foreldrum með því að vera að selja unglingum áfengi. Og það það sem skiptir öllu máli í þessu, hvað fullveðja einstaklingar gera síðan við sitt líf. Það mjög erfitt að hafa áhrif á það. Þú getur ekki fyrst með því hvað mörg börn að kaupa hjá þér? Við getum haft áhrif á það hvað börnin gera. Og það bara mér hjartans mál. Það ekki hjartans mál hjá ÁTVR eða hinu opinbera. Svona samanber það sem ég lýst hérna varðandi skilríki eftirlit og áfengissvipugöngin sem búið að setja upp í Leifsstöð. Ég var nú einhvern tíma svona secret shopper hjá ÁTVR þegar ég var í háskólanum 21-22 ára. Þeir slepptu mér alltaf í gegn að því ég er svo ellilegur. Þeir dætti ekki að spyrja. Nei, en núna þeir búin að taka sig á, það nokkur ár síðan væntanlega síðan þú varst þarna. Já, þeir spyrja mig ekki. En sko í Bandaríkjunum, það sem ég bjó, að það sko, þó við vorum spurð sko, þó eru komin yfir verða 50, skilur. Það bara regla að spyrja alla, sýndu mér skilur. Það nú kannski bara ein leið fyrir þá. Af hverju spyrja það ekki bara alla? Já. Það bara fólk tilbúið með skilríki, það færði ekki að kaupa nefn með skilríki. Það bara vegna þess að ÁTVR bara úrelt stofnun og þeir bara geta... Það segir þú að því þú vilt græða á áfengissölu. Þeir geta bara ekki fyllt samfélaginu. Já, ÁTVR græðir á áfengissölu, er það ekki? Jú, mörg 100 milljónir og milljarð á hann. En reyndar það þannig að það kostar hins vegar 5,5 milljarð að reka ÁTVR. Það peningur sem kemur úr vasa okkar. Ég held nú að þeim fjármunum væri kannski bara betur varð í forvarnir. Ég held að sé mun betra gróðin komi frá ÁTVR og fari að borga skaðan af völdum áfengis, að það fari inn í samfélagið, heldur en að þú fáir gróðan, ætlar þú að taka á móti fólki í meðferð og þú að taka á móti fólki sem kemur á bráð. Nei, ekki frekar en Hagkaup tekur á móti fólki sem á við offita að stríða, sko. Þannig að þetta auðvitað bara aftur ósmekklegt. Þú getur ekki sagt þetta, halda því fram að ég sé bara einhver kaldrifjaður kapitalisti sem ætlar að græða á óförum annarra. Þú ert að selja fíkniefnasali. Já, þú ert fíkniefnasali. Það er bara klárt mál. Já, heyrðu, ég ætla bara að frábiðja mér allan svona málflutning. Nei, þetta er bara sannleikur. Áfengi er fíkniefni. Ég er ekki fíkniefnasali. Ég held við þurfum bara að breyta. Þetta er auðvitað bara ósanngjarnt. Ég held við þurfum bara að breyta hvernig við hugsum þessa vöru sem við erum að normalisera í samfélaginu. Mér hefur mistekist það verkefni sem ég ætlaði mér hér á þessu góða föstudegi. Það var að sætta þessu ólíku sjónarmið. Mér finnst ekki ósannlegt að við þurfum að taka þessa umræðu upp aftur. Kannski þegar dómur fellur í héraði, þá mun ég heyra í ykkur. Lára og Elías, þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Takk fyrir þess. Og úr þessu léttmeti öllu saman, þá ætlum við að færa okkur yfir í efnahagsmálin. Þórarinn G. Pétursson, hann er varaseðlabankastjóri peningamála. Það hriktir í efnahagslífinu núna þegar við sjáum verðbólguna komna í 5,2% og verðbólguhorfur hafa versnað. Hann ætlar að ræða stöðuna. Seðlabankinn hefur ákveðið að halda stýrivöxtum sínum óbreyttum fram í mars og margir telja að svo verði alllanga hríð enn. Fylgist þið með. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Ekki gjalda fyrir útgjöldin. Kardió. Einfaldari útgjöld. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Vantar þig bílavaraluti? Á polsen.is finnur þú bílavaralutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varaluti og pantar. Við sendum all land. Polsen.is. Lexus RX. Komdu og reynslögtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Komið sæl að nýju. Við þökkum Láru og Elíasi fyrir hressandi umræðum áfengismarkaðinn. Nú ætlum við að ræða annan markað og kannski markaðinn sem öllu skiptir.
Það eru peningamál ríkisins, efnahags og horfurnar framundan. Við horfum upp á það í síðustu viku þegar Seðlabankinn tilkynnti okkur að meginvextir bankans yrðu áfram 7,25%, þar að segja stýrivöxtum yrði haldið óbreyttum. Það skýrist að einhverju leyti vegna þess að efnahagshorfur eru á flökti og margt bendir til þess að hlutirnir horfi ekki endilega allir í rétta átt. Hingað er komin varaseðlabankastjóri peningamála, Þóra Ingi Pétursson. Við ætlum að fara yfir þá mynd sem að Seðlabankinn dregur upp eða virðist vera að horfa á við sína ákvarðanatökum. Heill og sæll, velkomin á svæðið. Takk fyrir að bjóða mér. Og þakka fyrir að gefa þið tíma til að fara yfir þetta. Við fylgdumst fjölmiðlamennirnir andaktuðir með í liðinni viku þegar þið kynntuð peningamál, fyrstu peningamál ársins, tilkynntuð yfirlýsingu peningastefnunefndarinnar þar sem þú átt sæti og svona það minnst sem þið að draga upp og ástæða þess að ég hafði samband við þig var svo að þó að menn greini á það hvort að yfirlýsing nefndarinnar hafi verið hörðuð ekki, að þá greindu við nokkuð harðan tón í ykkur seðlabankamönnum og kannski frekar í þér heldur en Ásgeiri Jónssyni seðlabankastjóra. Er þetta rangt mat? Ég ætla svo sem ekki að leggja mat á hvor var harðari ég eða Ásgeir, en kannski skiptir ekki öllu máli, en það er auðvitað nokkuð þungt í okkur hljóðið. Komum verðbólgu í yfir 5%, búin að vera með hana yfir markmiði núna í 5 ár. Þetta er auðvitað ekki ásættanlegur árangur. Þið hafið markmið að lögum? Við erum með markmið að hún eigi að jafnaði að vera um 2,5% og það er auðvitað langur vegur það sem við erum með hann í 5% núna. Og það sem var auðvitað kannski sérstaklega mikil vonbrigði var þessi mikla aukning í verðbólgunni sem mældist núna í janúar. Við áttum vonað að hún myndi aukast eitthvað frá því sem hún var í desember, en þetta er meira en við áttum vonað. Hún fer úr 4,8% í 5,2%. 4,7. Já, 4,7%. En í raun og veru ef að skoðaðar eru breytingar á mælingunni þá mætti halda fram með ákveðnu rökum að hún hafi hækkað jafnvel aðeins meira. Ég er nú ekki alveg viss hvað áttu við það sko, en það sem við horfum auðvitað sérstaklega á er það sem við kallum undirliggjandi verðbólgu. Það sem við reynum að grafa ofan í tölurnar og skilja hver er hinn undirliggjandi þrýstingur í þessu. Og það er auðvitað mikil vonbrigði að sjá þá mælikvarða líka aukast. Þannig að eins og kom fram á fundinum og hefur auðvitað verið mikið rætt að þessi aukning í mældu verðbólgunni var mikið til út af hækkun á vörugjöldum á bifreiðar sem er auðvitað ekki gott mál. En það var líka merkjum að undirleikjandi þegar við erum búin að styrpa það í burtu. Meðal annars að þá sjáum við verðbólguna líka vera aukast á undirleikjandi mælikvarða. Það er dálítið önnur mynd heldur að við sáum kannski fyrir okkur í nóvember þar sem að eins og þú manst lækkuðum vextum 25 púnta. Það var reyndar sérstaklega út af þessum atburðarás í kringum dóma Hæstaréttar og áhrifin á lánakjör. En þá vorum við að teikna mynd þar sem við sáum verðbólgu svona það kemur frá vorið, þá var hún að hjaðna tiltölulega hratt, það var að nálgast 3% og þetta leit orðið svona nokkuð vel út hvað þetta varðar. Nú verður þetta töluverða bakslagi þessu og það sem við erum þá að segja er að nú verður við þá bara að stoppa. Við vorum í ákveðnu ferli við lækkun vaxta og það má ekki gleyma því að vextir eru ennþá mjög háir. Þeir eru 7,25% og ekki síst í ljósi þess að nú mælist eiginlega slak í þjóðarbúinu. Þannig að þú ert með mjög háa vexti í slak. Og ástæðan fyrir því er auðvitað svo að verðbólgan er svona mikil. Undirliggjandi þrýstingur er ennþá svona mikil og verðbólguvæntingar háar og launahækkanir miklar. Þannig að við sáum okkur bara knúum til þess að stoppa þá og við verðum bara þá að sjá til hver næstu skref verða og við höfum sagt að sko ef að þetta ferli fer á þann veg sem við erum að spá, jú þá með tímanum munum vexti lækka en við sögðum líka ef þetta fer á verri veg þá verðum við auðvitað að vera tilbúin til að grípa til okkar tækja aftur og snúa þá við og jafnvel þá að hækka vexti. Þegar að hægja á ferlinu, með öðrum orðum að þegar við vorum að fara inn í lok ársins 2025 þá horfðu menn bjartsýnum augum upp á að þetta yrði tröppugangur í lækkun vaxta allt núna frá febrúarmánuði
í mars og inn á vorið, það ekki? Jú, sumir gerðu ráð fyrir að við myndum lækka vexti núna í febrúar, þegar þessu umræða var fyrir áramót. Við sögðum reyndar ekkert það, en alveg svona þegar kemur fram á vorið, sumarið, þá var alveg ástæði til að ætla að við getum haldið áfram. Eru þær vonir brostnar núna? Eins og staðan núna, það ætla að nú kannski hafa það skýrt að við erum auðvitað 5 manna nefnd og hver kýs, þannig ekki svo sem ekki tala fyrir alla í nefndinni, en eins og ég sé... Við vorum öll sammála núna, já. Og það dálítið nýmæli í síðustu ákvörðunum að þið eru farin að tilgreina það ef allir eru sammála. Menn þurftu alltaf að bíða í 2 vikur eftir fundagerðin og þá fórum menn að kanna hvað var þetta að lesa út. Við breyttum þessu fyrir einhverju ári eða 2. Tókuðu alla spennu úr málinu? Já, eðurlega það, en þetta svona hlutaði að reyna að hafa þetta sem gagnsæðast. Þannig að markaðir og almenningur viti hvernig við erum að sjá hlutina. Það bara, held ég, sé til í skoða. En þegar þú segir að undirliggjandi verðbólguþrýstingur sé mikill, ertu þar að meðal annars að vísa í hinn breiða grunn sem að þið horfið til, þar að segja að verðbólgan hún ekki að koma aðeins fram í þessum vörugjaldahækkunum eða segjum olíuverðið einhverjum einstakaliðum, þetta virðist vera að sækja að okkur úr öllum áttum. Já, það er eiginlega það sem þetta snýst og það eru auðvitað verið í þessari umræðum er þetta einskiptishækkun eða ekki og svona bara til að kannski skýra hvað átt við það, kannski allir skilja ekki hvað átt við með þessu, að ef við segjum kannski að verð sé bara í kringum 100 kall, svo hækkar það í 105, bara varanlega, þá það einskiptishækkun og verðbólgan eykst þetta upp í 5%, en svo deyr hún niður í 0 aftur þegar þú ert að bera saman 105 núna í janúar og 105 eftir ár. Þetta auðvitað þessi einskiptisáhrif og við myndum annarlega horfa fram hjá þeim. Þetta mælist aukin verðbólga en hún fjarar síðan út ári liðinu. En við erum að sjá fleiri hluti, þessar verðhækkanir sjáum við mjög víða og auðvitað það þannig og það bara kannski partur af vandanum og endurspegla bæði spennun í þjóðarbúinu sem við verið sannarlega minnkað og kannski horfin, en líka bara þessa löskuðu kjölfestu verðbólguvæntinga að fyrirtæki eru viljúri til að nota til dæmis tækifæri núna í janúar þegar það mikið hækkun og opinberum gjöldum að bæta aðeins í eða nota tækifæri að hækka verð á vörunni hjá sér. Ef þau myndu trúa því að þau var ein að gera þetta, þá myndu þau vantarlega vera tregari til. Og það birtingamynd þess að verðbólguvæntingar hafa ekki trausta kjölfestu, að þau búast eiginlega við því að það er eiginlega allir að fara að gera þetta. Þá get ég gert það. Líka við sáum ágreining í aðdraganda þess að Hagstofan birti vísitölu neysluverðsmælinguna í janúar. Að þá var ágreiningur það milli þeirra sem tóku ákvarðanir varðandi fjárlögin og vörugjaldahækkanir, breytingar á kílómetragjald og slíku sem að menn vöruðu við að myndu hríslast út í verðlag. Fjármálaráðherrann og forsætisráðherrann og ríkisstjórnin sögðu nei, áhrifin verða takmarkaðir en haldið, sögðu meira að segja módel fjármálaráðherrans sýndu fram á það, síðan kemur mælingin og Hagstofan alveg skýr í sinni greiningu það einhver vafa undirorpið. Það að mælingin verði svona aggressíft mikil, feli sér svona mikla hækkun milli mánaða, teljiði að það gefi verslunareigendum, þjónustaðalum afsökun eða skjól af því að skrúa verðið upp? Já, ég held að það sé engin spurning. Við sjáum merkjum það að menn hafa notað tækifærið þarna. Svo skulum við ekki gleyma því heldur að það var 4% launahækkun núna áramótin, sem kannski týnstolti í umræðinni. Og fyrirtæki að mæta þá þessum aukna kostnað og sjá kannski það tækifæri. Nú reyni ég að taka aðeins að hækka verð á móti því. Í stað þess að skera sjá tækifæri þarna af því að í skjóli þessara miklu opinberra hækkana. Þannig að það klálega merkjum þetta. Og svo auðvitað það að þegar að það hækka mikið opinber gjöld á ákveðna tegund, til dæmis á bílum, þá hliðrast eftirspurnin yfir í það sem við köllum staðkvæmdavörur, aðra tegundar bílum og þá hækkar þetta verðið á þeim og það það sem við sáum gerast til dæmis með rafmagnsbíla. Vegna eftirspurnaþrýstings. Já.
Og það gerist þetta bara strax fyrir áramót þegar það fór að hamstra bíla inn í landið. Þannig að þetta er auðvitað ákala óheppilegt og gerir okkur mjög erfitt fyrir þegar við erum í þessari baráttu að ná tökum á verðbólguvæntingum. Að þegar við þessar aðstæður þá er miklu meira hætta á að verði þessi annar fyrir ári. Heldur en segjum kannski eftir ár þegar verðbólgan væri komið eins og við vorum að spá, töluvert niður og verðbólguvæntingar kannski orðnar svona með traustari kjölfestu. Þá er miklu minni líkur á að verði þessi annar fyrir ári og þá geta hort auðvaldar í gegnum þessar hækkanir. Að tímasetning ákvörðunarinnar, hún er óheppil og þú segir það reyndar á kynningafundunum, þú segir að þetta veri gríðarlega óheppilegt á þeim tímapunkti þegar þið eru hvað á viðkvæmasta staðnum á vaðinu bara. Já, og ég held að það sé bara ekki spurning, það er það sem við sáum gerast. Er Seðlabankinn í einhverju samtali við stjórnvöld svona lagað? Maður velti sig að kemur þetta núna þegar að Kristrún og Daði Már horfa á kynningafundin, hugsaðu, það hefði nú mátt kannski hnippa í okkur með þetta og við hefum þá geta brugðist við? Við erum auðvitað í stöðu og samtali við stjórnvöld og bara í góðu samstarfi við þau, en þetta var svo sem ekki rætt sérstaklega við okkur. Varðandi verðbólguvæntingarnar sem að dálítið hreyfiaflið í því hvernig menn haga verðlagningu á markaðnum. Ef við horfum, ef ég man rétt þá það reiknað þetta að horfa 6 ársfjórðunga fram í tíman alla jafna, það svona kannski útsýnin og svo í einhverjum lengri vangaveltum. Ef við horfum ár aftur í tíman, kannski bara nefnum nóvember 2024 þegar að við göngum til þingkosninga og síðan stöðun eins og núna, þá eru verðbólguvæntingarnar, þær eru að skrúfast upp. Já sko, það er eftir hvað þú ert að vísi, sko. Þegar við erum að tala um verðbólguvæntingar, þá er það ekki endilega spá okkar. Það er væntingar almennings, fyrirtækja, launþega. Samkvæmt könnunum sem gerum. Já, könnunum sem við gerum og markaðsaðila. Því það er það sem skiptir máli fyrir þróun verðbólgunum. Segjum að ef allir búast við að verðbólga verði 4%, þegar þú gengur til launasamtals við þinn ritstjóran og spyr ég vil fá launahækkun, þú biður ekki minni launahækkun en það sem býstu að verðbólga verði, þú vilt reyna að halda kaupmættunum. Og fyrirtæki sem að býstu að verðbólga verði svona mikil er væntanlega viljuri til að samþykkja þetta að því að býstu að það geti þá velt þessu kostnaði út í verðlag. Þannig að það er þessa væntingar sem við erum alltaf að horfa á og það sem að hefur auðvitað gerst er að og er kannski það sem að skilur okkur frá öðrum löndum er að verðbólgan hér í kjölfar farsóttarina jókst töluvert en hún gerði það líka í öðrum löndum. Það sem að skilur okkur frá hinum er að verðbólguvæntingar í þessu löndum þær heldust bara svona verðbólguvæntingar sem 2 ára, 5 ára, þar voru alltaf bara í 2%. Þótt að verðbólgan hafi farið upp í næstu 10%. Það kom ekki losa? Nei, það losnuðu ekki frá þessu. Þess að fólk segja, jú, verðbólgan er aukast, en ég hef engar ágjörði því að eftir 2 ár eða svo, þá verður það aftur komin í 2%. Þá bara almenningur fyrirtæki bjóstu því. Hér, leið og þetta gerðist, verðbólga var í markmiði, fer upp í 10% og verðbólguvæntingar voru líka í 2,5%. En leið og þessi skellur kemur að þá fara verðbólguvæntingar af stað. Af hverju? Ég held að það tengist dálítið sögunni. Sagan skiptir máli. Þú manst kannski eftir umræðinu þegar að verðbólgan fór í þessum löndum upp í þessi 10%. Þá var umræðan, þetta er fyrsta sinn í 40 ár að verðbólgan vera svona mikil. Þetta var í fyrsta sinn í nokkur ár að verðbólgan fór svona upp hjá okkur. Þannig að þetta eru reynsluvísindi fyrir Íslendingum. Já, þannig að ég held að það sem að við höfum kannski vanmetið er þetta svona verðbólgu svona psychology að leið og fólk fór að sjá ok, nú er þetta flosn upp aftur ég held að þetta verði bara viðvarandi vandamál aftur eins og var. Þannig er orðið þessi hraða hliðrun á lánamarkaði að meðan að verðbólga fór niður þá þyrptust allir í óverðtryggð lán svo leið og það kemur losarabragur á og Seðlabankinn fagnaði því mjög þetta peningastefna myndi miðlast betur í þeim efnum, ykkur greinir reyndar að sáum það þig og Ásgeir en að leið og það gaf á bátinn þá bara
þurftu menn í verðtryggðu lán. Einmitt og þannig að ég held að það okkar svona verðbólgu saga í gegnum áratugina sé dálítið að býti afturrendan á okkur núna. Að það skorti vantrú eða skorti trú segja á að þetta geti haldið svona. Hverjum það að kenna? Það auðvitað, sumt að þessu náttúrulega bara, við erum með land sem var með mjög mikla verðbólgu, mjög lengi og miklu lengur en öll lönd. Það auðvitað tengist bara hér, ekki nógu góðri hagstjórn, ekki nógu góðum svona ramma í kringum peningastefnuna lengi vel. Hluti sem að lönd löguðu svona á 7., 8. áratugnum voru við að laga fyrst kannski á 10. áratugnum. Þannig að alls konar hlutir sem kannski var langt mál að fara í gegnum en staðreyndin er þessi að verðbólguvæntingar flosnuðu upp úr af þessu markmiði miklu hraðar hér og það hefur verið þá vandinn og einmitt eins og við vöruðum við þegar verðbólgan fór svona aðeins að hjaðna hér miklu hraðar í öðru löndum að þetta myndi taka miklu meiri tíma út af þessu og það er raun og veru það sem hefur raungerst. Er þetta trúverðuleika mál fyrir Seðlabankann? Já, að hluta til og kannski að mestu leyti það, já. Að menn, þið náðu ekki að skikka menn til réttra athafna. Vinnumarkaðinn og, þú hélst nokkra eldpredikun þarna á miðvikudaginn síðasta í liðinni viku þar sem þú sagðir að menn halda áfram að hækka laun eins og menn gera og að menn þenni út kostnaðinn og það ertu að vísa í ríkisútgjöldin, væntanlega? Ég ekki bara, ég að vísa í hið opinbera líka náttúrulega fyrirtækin. Já. Það þá allir undir þetta. En ólíkt fyrirtækjunum sem eru núna að skera niður í mannafla og reyna að skera allt inn að beina, þá sjáum við útgjöld ríkissjóðs, þau aukast bara ár frá ári. 140 milljarðar á þessu ári, 9% útgjaldaauki ef að það stenst. Eitt af því sem maður tekur eftir með stjórnvöld að þau komast að niðurstöðu í fjárlagagerðinni og svo koma þeir fram á tröppu þingsins rétt fyrir jólahlé og segja við teljum að þetta sé innan marka og þetta mun ekki hafa áhrif á verðlag. Hvað mega ríkisútgjöld aukast mikið á milli ára án þess að það ógni verðstöðuleika? Það er ekki til eitt svar við þessu og þú getur, ef þú horfir yfir sviðið þá getur lönd verið með töluverðan halla samt verðbólgu í skefjum. Þannig að það er ekki svona einhlítt svar við þessu en það sem við horfum á þegar við erum að reyna að meta hverju er ríkisfjármálastefnan að skila, þá horfum við það er hluti ríkisútgjaldana er það sem er bara svona sjálfvirk sveiflujöfnun. Þegar það niðursveifla á minnka tekjur eða aukast útgjald til atvinnuleysisbóta og svo framvegis, svo það er uppsveifla þá snýst þetta við. En að við reynum að horfa fram hjá þeim parti og velta fyrir okkur og hvað eru þá útgjöld eða tekjur sem eru umfram það og það sem að okkar síðasta mat bendi til þess að ríkisfjármálum væri svona nokkuð veginn hlutlaus. Það væri hvorki að auka við en ég kannski endilega að draga úr spennunni í þjóðarbúðinu. Þannig að samtidig fjárlagana núna liðin áramót voru í jafnvægi. Já, það mat er auðvitað gert í nóvember, þannig að endalega fjárlögu lágu þá náttúrulega ekki alveg fyrir. En það var svona stóra myndin sem er dregin upp að þessu. Þannig að 9% sé þá innan marka? Já, ég kannski ekki alveg svaraði já eða nei með þetta, en þetta var svona matið okkar á þessu. Verðbólgan er núna 5,2%. Ég veit að samkvæmt ykkar módelum þá endar spátíminn í 2,5%. Módelið er stilt þannig af. Það er það eina sem við vitum með vissu að módelið endar í 2,5%. Já, en kannski bara ef ég fæ aðeins að skýra ákveðið það, þetta er ekki eitthvað svona að við bara skrifum niður töluna 2,5 heldur eru þessi módel þannig að á bakvið þannig inn í módelinu eru þetta eitthvað peningastefna. Og ákvarðanir sem þið takið. Já, og módelið spáir fyrir peningastefnuna líka. Og módelið er það stilt upp þannig að það er eitthvað peningastefnuregla sem að segir ef verðbólga er ómikil þá þurfa vextir að hækka og haldast háir þangað til að hún fer í 2,5. Þannig að það er engin tilviljun að hún endar alltaf í 2,5 eða í kringum það.
Það er því búin að setja inn vaxta ákvarðanir. Já, ekki, við kannski setjum ekki inn, það er bara mótilis spáði. Og svo þegar við erum að taka vaxta ákvarðanir, það er eitt af því sem við horfum á þetta spáinn og líka vaxtaferilin sem kemur út úr spánu. Þannig að við erum svo mikið bundin að því, en það er eitt af því sem við horfum á. 5,2% núna. Við erum að bíða, þetta sé 27. febrúar sem að Hagstofan birtir stóra sannleikann varðandi yfirstandandi mánuð. Hvaða tilfinningu hefur fyrir því? Heldur þessari annar umferðar áhrif annað séu að fara að gera okkur skráveifur í febrúar, mars, apríl, maí, jafnvel inn á sumarið? Já, ég held að febrúar er yfirleitt dálítið stór mánuður. Það er einhver opinberar hækkanir og svo framvegis. En þá dettur febrúar á síðasta ári líka? Já, en einmitt það sem ég ætla að segja er að ég á nú vonaði ástakturinn hjaðni af því að febrúar í fyrra var svo mikil hækkun. En við verðum bara að bíða og sjá og Ef það hjaðnar ekki, þá er það stórtíðindi. Já, er það stórtíðindi, já. Hvað getur Seðlabankinn á þessum tímapunkti gert? Og ég spyr aðalega vegna þess að nú tikka mánuðinni niður fram að endurskoðun kjarasamninga á almennu vinnumarkaði er risastórt hagsmunamál. Og ef að forsendur standast ekki annars verði í 3 mánaða yfirferð og hins vegar út frá ástakti verðbólgunar, þetta þarf að vera vel undir 5%, að þá flosnar það upp að auki. Það er væntanlega eitthvað sem að þið viljið alls ekki sjá. Já, og ef þú hefur spurt mig í nóvember, hefur miklar áhyggjur af þessu forsendu, að það virkist forsendu ákvæði, þá hef ég sagt ég hef eiginlega engar áhyggjur af því. Af því að bara horfurnar voru þannig. Ef þú spyrir mér núna, ég hef litlar áhyggjur af því, en meira áhyggjur heldur í nóvember. Ég held að það þurfi mjög margt að fara á verri veg til þess að það virkist hvað var þessa verðbólguþróun. En það er auðvitað ekki útilokað. Og ef það verður þá er það auðvitað alvarlegt mál. Og það kæmi reyndar, mér þætti það mjög sérstakt ef að það yrði til þess að það yrði krafist frekari launahækkana. Við skulum ekki gleyma því að það yrði í samhengi við raunlaun sem er búin að hækka einhver 25% í síðustu 4-5 ár. Í ástandi það sem er komið slaki í þjóðarbúið og atvinnuleysi orðið, það er komið núna yfir 4%. Við erum að spáði að fara upp í næstu 5% í ár. Ég er ekki vissum að það yrði hagsmunir launþega þar í fararbroddi sem væri að verðbólgan er mikil og við ætlum að fara fram á enn meirileikana sem að verður til þess að festa verðbólgunni enn meira í sessi. Og við auðvitað sögðum, og ég held að það hefði hljóta að vera gagnlegt fyrir þá sem koma að þessu samningaborði, þá sögðum við hvernig við myndum bregðast við því. Og ég held að það sé alveg ljóst að ef að það yrði enn meiri launahækkanir og verðbólgu horfir versna enn frekar, þá eru við auðvitað knúir bara samkvæmt lögum til þess að herða það enn meira á peningalög aðhaldi til þess að ná tökum á þessu. Þá hækkið þið bara stýrivexti? Þá hækkið við vexti. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, sem er kannski aðsóknsmesti verkefnisleiðtoginn á Íslandi í dag, hún kom hingað til mér um daginn og hún sagði að kennarar fengu tvöfalt á við það sem við fengum, ég verði að sækja þar hækkanir. Hún mætti síðan í dagmálaviðtal hér á Morgunblaðinu á miðvikudaginn síðasta. Ég ætla að spila hérna örstutta klippu sem að mér langar til að við bregðumst aðeins við. Þannig að þegar að seðlabankastjóri og hálaunafólki í peningastefnunefnd sem að situr einmitt í fílabeinsturninum og ákveður að mála með breiðasta penslinum sínum og segja bara öll verkalýðshreyfingin ber þarna ábyrgð, þá er það ekki rétt og ég krefst þess að þau fara að tala með þeim hætti og þau segja nei, breiðfylkingin ber ekki ábyrgð en hinir gera það. Það er herskár tónn í Sólveigu. Hún segir í sama viðtali að þau séu reiðubúin til að beita verkfallsvopninu og séu bara kunni vel á þá tækni. Það er ennþá margir mánuður í endurskoðun en þetta er orðin tónninn. Þetta hljómar ekki vel fyrir fólki í fílabeinsturninum. Nei, ég ætla nú ekki að fara að svara þessu eitthvað beint en þegar við erum að tala um launahækkun þá erum við ekki endilega að tala um þessar launahækkanir sem var samið við samningsborð. Við erum að tala um bara launin sem eru launaþróunin í landinu og hún er þannig að launahækkanir núna, ástakturinn er í kringum 7-8%. Hann er búin að vera yfir 6% núna í 5 ár samfellt. Þetta gæti alveg staðist í þjóðarbúið sem væri með mjög mikinn framleiðnivöxt. Það hefur hins vegar ekkert verið. Við erum ekki að auka framleiðni? Nei, framleiðnin hefur, hún er að aukast kannski ár en hún hefur dróð saman í fyrra. Þannig að við erum einfaldlega að sjá miklu meiri launahækkanir
heldur en að við getum staðið undir og þær birtast þá óhjákvæmilega í því að verðbólgan verður þrálátari og þegar ég að hugsa af hverju það þá umræðin oft þannig að þetta eykur kostnað fyrirtækja og þegar velta út í verðlag, jú það partur af sögunni en kannski enn frekar að þetta eykur ráðstöfunartekjur heimilana og við heldur eftirspurninni sem of mikil og þannig býr það til verðbólgu. Þannig að það þessi eftirspurnarsaga sem ég held að skipti miklu meira máli. En kaupmátturinn að aukast í þessu kerfi sem við búum við sem að margir formæla og segja að það sé óheppilegt og alls ekki í takt við það sem gerist á öðrum Norðurlöndum og hvað það... Já, það alveg rétt, kaupmátturinn alls ekki að vaksa í takt við það sem eru Norðurlöndum, hann að vaksa miklu meira. En þá ekki kerfi frábært? Ef þá ekki bara sætt okkur við að hér sé viðvarandi verðbólga og launaskrið og annað þeim? Já, mögulega, en ég held ekki vegna þess að það sem við sjáum þá gerast... ekki markmiðið það að kaupmáttur aukist? Þá aukast lífskjör? Jú, hann á að aukast, við viljum að hann aukist á sjálfbæran hæða, það sé einhvers viðvarandi kaupmátturaukning. Við getum auðvitað aukið hann tímabundið, en svo kemur eitthvað bakslag og það það sem ég ætla að nefna að hættan alltaf svo að þú knýr fram svona mikla kaupmátturaukningu, svona mikla launahækkanir að þú nefndir áðan fyrirtæki væri farin að endur skipuleggja sig, skera niður. Segju fólki? Aukið atvinnuleysi. Það akkurat það sem ég ætla að segja og það hraðari til dæmis sjálfvirknivæðing. Þú ert að segja fólki og leysir með einhverjum tækninýjungum. Þannig að ég ekki viss að þetta sé launþegarhreyfingunni til góðs að gera þetta með þessum hætti. Miklu frekar að auka kaupmátt, klálega viljum við það. En það þarf að vera það sem þjóðarbúið getur staðið undir. Hefur þá kaupmátturaukning síðustu ára verið ósjálfbær? Hún hefur verið allt of mikil og við sjáum það bara í verðbólgunni. Það er hitamælirinn sem að segir okkur að þetta sé of mikil. En kaupmátturaukningin það sem við mælum þegar búið að taka tillit til verðbólgunnar? Já, akkurat. Launin hafa bara hækkað miklu meira en verðlag. Og á endanum mun það auðvitað verða þannig að það verði étið upp af verðbólgu sem verður miklu meiri. Þannig að þú segir að við séum að hlaða í einhvers konar snjóhengju verðbólguáhrifa? Já, en við erum að hlaða í eitthvað sem verður óhjákvæmilega aðlögun, það var það sem ég kannski nefndi á þessu fundi, er að við getum ekki haldið þessu áfram endalaust. Einhvers staðar stoppar þetta, við rekast á vegg. Og ein birtingamyndin þetta því að við erum smá saman að éta upp samkeppnisstöðu þjóðarbúsins. Að láta kostnað hér hækka miklu meira en í öðru löndum, gerir þetta land miklu dýrari og þá verður náttúrulega mjög erfitt fyrir okkur að flytja út. Það verður ferðamenn velja eitthvað annað land sem er hagstæðara að fara til. Þannig að við erum að skaða okkur til lengri tíma með svona miklum launahækkunum sem við getum ekki staðið undir. Eitt af því sem að maður hefur heyrt yfirvöld tala núna, mennum mikið að deila planið hjá ríkisstjórninni og hvort það sé virkað ekki. Og það mun komið í ljós dag eitt hvort að það sé reyndin. Eitt af því sem að yfirvöld hafa nefnt núna sem merki að menn sé að ná tökum á stöðunni sé lækkandi fasteignaverð. Nú ert þú varaseðlabankastjóri peningamála, ég hefði kannski frekar átt að ræða við varaseðlabankastjóri á fjármálastöðuleika. Er það ekki áhyggjuefni fyrir okkur í sjálfu sér ef við sjáum eignaverð lækka hér með afgerandi hætti? Það étur upp eigið fyrir fólks í til þess húsnæði. Já, en það er eiginlega sama sagan og við erum að segja atvinnuleysi aukast. Það er auðvitað ekkert gleðiefni í sjálfu sér. En þetta er allt partur af því sem er áhrifin þess að við erum að hægja á þjóðarbúinu með harðri peningastefnu. Þá gefur raunhagkerfið eftir eins og við erum að sjá að gerast. En líka eignaverð. Og við hærri vextir heldur eftir að hækkun hlutabréfaverðs eða lækkar það og sama með fasteignaverð. Þannig að þetta er það sem við erum að reyna að framkalla, að hægja á þjóðarbúinu, kæla þessa ofþjötninu sem var. Og þetta er ein birtingarmynd þess. En eins og ungt fólk sem er að koma sér inn á fasteignamarkaðinn tekur lán sem er kannski 85% af verðmæti eignanna. Hvað gæti eignaverð lækkað við aðstæður sem þessar? Ég er bara veldur með hvort að fólk standi upp í eignalaust eins og það upplýði sig þá bara í rauninu 2008 og 2009. Já, ég held að sé nú eitthvað í það, að yfirleitt lækkar ekki húsnæðisverð nema í einhverjum kreppu.
Það gerist nú vanalega ekki þannig og við erum ekki endilega að sjá það fyrir en það er auðvitað hægt á því eftir sem að þessi verðbólgu þrýstingur er þrálátari þá þurfum við að kæla hagkerfið meira og það er auðvitað bara eitthvað sem við höfum tölur áhyggjur af. Og það getur leitt þess að fólk sem er í þessari aðstöðu standi uppi án? Já, það getur haft alls konar afleiðingar í för með sér. Eitt sem að mér langar til að ræða við þig áður en ég sleppi þér úr þessu góða samtali og upplýsandi, það er þessi harði ágreiningur nýtt frumvarp sem að liggur fyrir þinginu grundvallar breytingar á almannatryggingum á Íslandi. Og við sjáum að ríkisstjórnin ætlar að keyra þetta í gegn. Í Morgunblaðinu í gær varasamtök atvinnulífsins með mjög stóryrtum hætti við þessu. Við höfum líka að sé fræðimenn stíga fram og segja við erum sennilega hér að hlaða í kerfisbreytingar sem er ekki minni heldur en ÍL-sjóður á síðan tíma eða eitthvað í þeim dúr og það erum við að tala raunverulegar hagstærðir, 100 milljarða högg á ríkisfjármálin. Seðlabankinn hlýtur að hafa skoðanir eða rýna djúpt í slíkar kerfisbreytingar sem að þingið ætlar að keyra í gegn. Já, sko þetta verður ekki komið inn á okkar borð en ég hef auðvitað eins og aðrir fylgst með þessar umræðu og við höfum náttúrulega fyrirmyndir frá öðru löndum þar sem að svona svipaðar breytingar hefur verið gerðar eða svona svipað kerfi hefur verið innleitt eins og til dæmis í Bretlandi og hefur valdið þegar þeir eru í ákveðnum vanda eins og þú þekkir örugglega. Þannig að ég hef einhverjar áhyggjur af þessu og þú vísar þarna í grein eftir Axel Hall og Gylfa Zoga og mér fannst sú grein bara mjög fín og kannski ekki miklu við hana að bæta. Þeir eru mjög skorinorðir og kannski umfram það sem þeir oft eru á opinberum vettvangi. Já, þetta eru góðu menn, góður og vísi menn. En þú segir að þetta hafi ekki komið inn á borð Seðlabankans. Maður hefði haldið að svona mál sem að menn telja leiði til kerfisbreytinga, 20 milljarða kostnaðarauka fyrir ríkisins mögulega að menn myndu hnýpa í Seðlabankans og segja hvernig líst ykkur á þessa vegferð? Já, ég bara þekki ekki til þess að þetta hafi komið til okkar. Kemur það þér óvart? Nei, ekkert endilega. Það eru frumvörp sem koma þetta eru frá félagsmálaráðuneytinu og það er kannski ekki endilega það sem við ættum að vera að skipta okkur að en þetta er alveg þess eðlis að það þarf að skoða þetta. Þetta er stórt í sniðum. Já. Þú ert talsmaður hinna döpru vísinda hagfræðinnar þar sem við erum alltaf að tala skortinn og hvað við erum að fást í þessum efnum. Ísland í samanburði við Bretland og önnur lönd, við erum núna að fara inn í umræðu þar sem við ætlum að deila hvort við höfum að vera með gjaldmiðlun okkar áfram íslensku krónuna eða taka upp evru eða aðrir kostir. Hvernig sýnist þér útsýnin fyrir Ísland í samanburði við önnur lönd vera til næstu 2, 5, 10 ára? Sko, á margan hátt erum við í mjög öfundsverðri stöðu. Sko, ef við horfum til dæmis hvernig okkur hefur reitt af eftir farsóttina, þá hefur viðsnúningur hér verið miklu kröftugur heldur en í öðrum iðnríkjum. Allt þetta sem tapaðist í þessari farsótt náðu við endurheimta 2023. Til dæmis evrulöndin er ennþá að reyna að ná upp í það sem þau voru fyrir farsóttina. Þannig að staðan okkar er á margan hátt mjög öfundsverð. En það er auðvitað hin hliðin á því að við höfum, eins og ég nefndi að það hefur vaxið mjög hratt þetta þjóðarbú og ofhratt. Þannig að þetta er auðvitað svona tvíbent. Okkur hefur gengið vel eftir farsóttina en við höfum vaxið aðeins svo hratt. Við höfum ekki getað staðið undir þessu. Þannig að ég held að við búum við bara mjög öfundsverða stöðu á margan hátt, skuldsetningu, einkageirans, bara stöðunni almennt í þjóðarbúinu, atvinnuleysi er aukast en það er tiltölulega lítið. Vandinn sem við glímum við er auðvitað bara verðbólgan sem birtist með þessum hætti í þessari miklu spennu. En ástæðan fyrir að það er lítið verðbólgan kannski í öðru löndum er hvað vöxturinn þar er lítill. Allt frá því að maður las mannkíf í verslunarskólanum fyrir 2 áratugum síðan eða rúmlega það, þá hefur þessi gríla stagflation sem að ég kann ekki alveg íslenskt hugtak yfir, þar sem við erum að tala verðbólgu í samdrætti. Já, ekki endilega í samdrætti, það er verðbólgu í mjög litlum hagvexti segjum. Of litlum hagvexti. Já.
Hversu mikil hætt á því að við lendum í því akkurat á þessum tímapunkti eftir að horfir á mælingarnar frá Hagstofunni núna í janúar? Já, hún allavega meiri en kannski var áður af því að eins og ég var að lýsa, sko, ef að verðbólgan verður þrálátari, ef hún helst svona mikil, þá stöndum við fram við því að við þurfum þá að reyna að kæla enn meira og það felur þá í sér að við þurfum að framkalla enn meiri slaka og jafnvel samdrátt. Og þá erum við komin í aðstæður þar sem að verðbólgan þrálát og efnahagslífið að gefa eftir. Það auðvitað ekki mjög heppilegar aðstæður. Eru ytri áföll mögulega eins og segjum skyndilega veiking krónunar, eitthvað sem við þurfum að hafa áhyggjur af út frá þeim möguleika að það myndi leiða til verðbólguhöggs á okkur? Krónan ótrúlega sterk. Já, hún er, ég myndi kannski ekki segja ótrúlega sterk. Með okkar mat á hvað hún ætti að vera með efnahagsaðstæður, þá er hún svona aðeins og við... Mér finnst hún alltaf sterk þegar ég fer erlendis. Ekki síst í Bandaríkjunum. Já, þú vilt ekki hafa hana sterka þegar þú fer til útlanda. Já, er það? Já, þá kaupmátturinn í útlandum meiri. Já, ég átta mig á því, en ég vil auðvitað ekki hafa það þannig vegna þess að ég veit hvað það þýðir í raun og veru, hvað það kallar yfir okkur. En sko, höfum við áhyggjur að, sko, það fer eftir hvað væri að drífa áfram lækkun krónur og við mögum ekki gleyma því að sko gjaldmiðill sem lækkar þegar það verður efnahagsáfall bara að sinna sínu hlutverki. Það það sem hún ætti að vera að gera. Og hún hefur sinnt þessu hlutverki ágætlega síðust ár. Hún hefur hækkað þegar að hagkerfið að yfirspennast. Hún hefur lækkað þegar komið áfall eins og í farsóttinni og einhverju slíku. Og þannig að þú segir hún sér of há núna, það náttúrulega birtingarmynd þess líka að við erum að reyna að kæla hagkerfið og það birtist í að vextir vera hærri hér inn í öðrum löndum og það styður við gengi krónunar. En tásunum að tenni fækkar ekki á meðan? Nei, segjum sem minnstu þær. En það eru oftast 10? Það eru oftast 10. Þóra Ingi Pétursson, þakka kærlega fyrir komuna, upplýsandi og mikilvægt samtal hér á þessum föstudegi. Takk sömuleiðis. Þá ekki meira á vettvangi spursmála þennan föstudaginn. Þetta sannlega ekki léttmetið þessi umræða, en ég hvet fólk til þess að eiga þessi samtöl áfram á kaffistofunum á heimilónu því að þetta varðar hagsmuni okkar allra. Ég minna á bókaklúbb spursmála sem heldur ótrúður áfram. Við erum að fjalla bók Vals Gunnarssonar, Grænland og fólkið sem hvarf. Hvet ykkur til þess að verða ykkur út hana í bókabúðum Pennans. Við erum í samstarfi með þennan góða klúbb okkar með Pennanum, Keresis, Samsung og Brimi. En góðar stundir.